Þá setjum við fund borgarstjórnar þriðjudaginn 9. maí í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 14:04 og til umræðu ársreikningur Reykjavíkurborgar 2016 eftir seinni umræðu og fyrstur tekur til máls borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, við göngum nú í síðari umræðu ársreikning sem var árituður af mér og endurskoðendum í hádeginu í dag, eins og gert fyrir síðari umræðu, og við gerum svo ráð fyrir því við lok þessarar umræðu að öll borgarstjórn áriti reikninginn sameiginlega. Það hefð fyrir því við síðari umræðu að svara þeim fyrirspurnum sem settar voru fram í þeirri fyrri, og þær voru satt bara að segja ekki margar, en það var þó spurt sundurliðun söluhagnaðar, og svarið við því var raunar lagt fram í borgarráði síðastliðinn fimmtudag og líka á vef borgarfulltrúa, þannig að borgarfulltrúa geti áttað sig á því. Síðan barst fjármálaskrifstofu fyrirspurn frá borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni varðandi færslu skuldbindinga. Það prýðilegt að glöggva sig á því vegna þess að skuldbindingar er eitt af því sem í daglegu tali stundum talið til skulda, en ekki allir sem átta sig á því að það er bara 1/3 af skuldum A-hluta sem eru skuldir við fjármálastofnanir. 1/3 er síðan skuldbindingar, þar að segja leigusamningar húsnæði sem þarf að greiða inn í framtíðina, en eru farið með sem skuldbindingar og í raun skuldir, og síðan það lífeyrisskuldbindingar. Og það gerð grein fyrir því í svari til Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa hvernig farið með leiguskuldir, tekjuskattsskuldbindingar og aðrar skuldbindingar, rekstrar- og þjónustusamninga, ábyrgðir og skuldbindingar. Og síðan var spurt sérstaklega út í framkvæmdir sem hefði verið lofað, eins og það orðaði í fyrirspurninni, til dæmis tryggja íþróttahúsi í Breiðholti, eru þær einhvers staðar færðar, og því til að svara að framkvæmdir samkvæmt samningum sem koma til framkvæmd á næstu árum, til að mynda þessi hús komin í ársreikning þegar fjárfesting hefst og síðan að fullu þegar framkvæmdum er lokið og rekstur hefst. Svona hefur þetta verið gert, en fínt að fá þetta fram. Borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir spurði síðan sérstaklega eftir hagræðingaraðgerðum í miðlægri stjórnsýslu, væntanlega vegna þess að þær voru meiri, umfangsmeiri, þar að segja í prósentutali heldur en á öðrum sviðum borgarinnar. Það var gerð ríkari hagræðingarkrafa til miðlægri stjórnsýslu, og í stuttumáli þá stóðst stjórnsýslan þau próf og skilaði hagræðingunni. Hagræðing á skrifstofu þjónustu og rekstrar tafðist aðeins í tíma, þannig að það kemur ekki allt fram árið 2016, og síðan þeirri hagræðingarkröfu sem var gerð á liðin atvinnumál var ekki að fullu mætt, því að þar var áætlað fyrir atvinnumálum fatlaðs fólks sem ekki var hugsunin að kæmi til niðurskurðar, og ef ég man rétt virkniverkefna vegna fólks á fjárhagsaðstoð. En það hægt að fara nánar út í þetta. Það lagt sem fram svar sem gerir grein fyrir þessu, en þó ber þess að geta að þarna í raun bara talin til samræmis við hagræðingarmarkmiðin. Í raun náðu flestar skrifstofur miðlægrar stjórnsýslu meiri hagræðingu heldur en gerð var krafa og það sést á því að miðlæg stjórnsýsla var auk þess að ná hagræðingarmarkmiðunum 156 milljónum undir fjárheimildum, eða sem nemur 5,3%. Þannig að miðlæg stjórnsýsla við staðið sig gríðarlega vel í
þessum hagræðingarmálum eins og þessi gögn bera vel með sér. Hér var aðeins vikið að samanburði milli Reykjavíkurborgar og nágrannasveitarfélaganna og ég bað þess að væri teknar saman nokkrar lykiltölur til þess að dýpka þá umræðu og hér uppáhaldstala sumra veltufé frá rekstri sem hlutfall af rekstrartekjum og þarna sést að Reykjavík í 10,9% sem töluvert umfram þau markmið sem við höfum sett okkur að vera yfir 9%. En það var rétt sem hér kom fram í umræðinni síðast að það þarf að hafa í huga hverjar eru skuldirnar sem verið að standa undir með þessu veltufé og fjárfestingarnar sem standa þar undir. Því að veltufé getur verið minna ef að það eru minni skuldir og minni fjárfestingar sem þarf að fjármagna og öfugt. Og þess vegna getur verið gott að glöggva sig á veltufjárhlutfalli sem hlutfall af skammtímaskuldum sem það sem þarf að borga á hverju ári. Og þar veltufé frá rekstri í Reykjavík sterkara heldur en hjá mörgum öðrum. Við erum í meiri fjárfestingum sem hlutfall af tekjum heldur en nágrannar okkar og það kallar á sterkt veltufé og við erum með það. Enn einn mælikvarðinn veltufé frá rekstri hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga og þar erum við líka býsna sterk. Langtímaskuldir A-hlutans eru þær miklar eða litlar. Þar heldur ekki rétt að horfa bara á krónutölur, heldur líka í heildarsamhengi við reksturinn og efnahagsreikninginn og langtímaskuldir sem hlutfall af eigið fé eru áberandi litlar í Reykjavík og Garðabæ en miklu meiri í nágrannasveitarfélögunum mismikið þó. Ef við förum aðeins yfir í samstæðuna þá hægt að bera þetta saman ýmist með eða án orkuveitunar eins og gert í sveitarstjórnarlögunum og veltufé frá rekstri eru þetta mjög sterkt í samstæðu Reykjavíkurborgar eins og sjá má af þessari mynd og ef við skoðum það sem hlutfall af skuldum án orkuveitunar, orkuveitan bæði við mikið af skuldum en líka með mjög sterk veltufé. Hérna þetta án orkuveitunar, þá sjáum við að þetta býsna sterkt og en þarf að hafa í huga að bæði A-hlutin og B-hlutin á borginni að fjárfesta býsna mikið. Við erum með miklar fjárfestingar í félagslegu húsnæði sem engin annar í merkilegt nokk og við erum líka að fjárfesta hjá veitufyrirtækjunum sérstaklega. Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga í A- og B-hlutanum að þá erum við þarna á pari nokkurn veginn við aðra sem undirstrikar það að út af skuldsetningu sérstaklega orkuveitunar þá veitir okkur ekkert af því að hafa sterkt veltufé eins og fram kom í síðustu umræði. Hins vegar ef við skoðum þetta sem hlutfall af eigið fé og eignum að þá eru langtímaskuldir býsna litlar í samanburði við nágrannana hér í Reykjavík. Skuldaviðmiðið einna lægst í Reykjavík, það aðeins lægra í Garðabæ. Ég sé að Seltjarnarnes sem reyndar ekki komist á blað hérna. Þetta breytir nú ekki öllu í stóru myndinni, Seltjarnarnes svolítið minni heldur en hinn sveitarfélögin. En það getur verið áhugavert að bera saman ýmsa hluti í þessu og það gefur mynd af þessu. Það raun svolítið merkilegt þegar maður ber saman til dæmis skuldir Reykjavíkurborgar og nágrannasveitarfélaganna hvað mikið talað skuldir Reykjavíkurborgar og lítið skuldir nágrannanna vegna þess að skuldahlutfall og skuldaviðmið borgarinnar í mjög góðu horfi og ásættanlegt og miklu lægra heldur en flestra nágrannanna. En af einhverjum ástæðum þá haldið svona á umræðunni.
og það að koma inn með þennan samanburð þó bara tilraun til að dýpka umræðuna og undirstrika hvar Reykjavík stendur í þessu samanburði. Og í stuttu máli stendur Reykjavík vel, þessi ársreikningur góður og þessar tölur eru allar að þróast í rétta átt. Hér var aðeins nefnt í fyrri umræðunni að skatttekjur væru hærri í Reykjavík heldur en í nágrannasveitarfélögunum og ég veit bara alls ekki hvernig þær tölur eru fengnar nema þá að hafi gleymst að taka með jöfnunarsjóðsframlög því að þó að sé rétt að það eru lægstar skatttekjur per íbúa á höfuðborgarsvæðinu í Kópavogi, ekki vegna þess að skattar séu lægri þar, það bara lægri tekjur þar að meðaltali að þá lítill munur á Reykjavík og Hafnarfirði og skatttekjur á hvern íbúa eru hærri í Garðabæ, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ heldur en í borginni. Svo eins og þegar aðrar tekjur eru teknar með að þá eru heildartekjurnar hærri í Reykjavík vegna þess að við erum með svo stór og öflug fyrirtæki. En ef við tökum A-hlutana að þá erum við með lægri tekjur alls heldur en Garðabær og Mosfellsbær og að ég hygg Seltjarnarnes, ég ekki með það fyrir frá mig, en aðeins hærri heldur en Kópavogur, Hafnarfjörður og til að mynda Reykjanesbær. En þegar skatttekjur og jöfnunarsjóður eru svona teknar að þá erum við fyrir neðan suma nágranna. Og þetta auðvitað kallast á við upplýsingar sem eru birtar árlega í árbók sambandsins og hægt að glöggva sér á þessu í bak og fyrir leið og hún kemur út en hún kemur ef ég manni rétt alltaf út á hausti en núna erum við að gefa svona fyrirfram sýningu á þessu. Þannig að það ekki svo að borgarsjóður eða borgarstjórn hafi voru að spila miklu fleiri krónum á hvern íbúa heldur en bæjarstjórn Garðabæjar. Það þvert á móti þannig að meðal skatttekjur á hvern íbúa í Garðabæ eru hærri heldur en í Reykjavík og þá eru framlögur jöfnunarsjóði tekin með. En þetta aðeins lægra sem þetta í Kópavogi. En svona auðvitað lengi hægt að leika sér með þetta og ef það einhverjar frekari spurningar út í þessu atriði þá get ég farið við það hér síðar á fundinum. Það eru leiti vonast ég bara áfram eftir málumlegri og góðri umræðu niðurstöðu ársreiknings og mun kveða mér aftur hljóðs síðar á fundinum. Borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Já, forseti góðir borgarfulltrúar, takk fyrir. Ég var nú búinn að fara yfir svona helstu línur við fyrri umræðu. Ætlaði einhver örvill að bæta við vegna þess að ég veit að þetta verður meiri umræðu svona tiltekna þætti á þessum fundi. Byrja það sem að borgarstjóri hætti varðandi umræðu meðaltekjur og tekjur annarra sveitarfélaga við fyrri umræðu. Ég held að það ekki verið fyrri umræðu, ég held að það verið í borgarráði. Það sem að við borgarráðsfulltrúar og Sjálfstæðisflokksins vorum að velta fyrir okkur meðaltalstölum og það rétt Seltjarnarnes var ekki inn í því, höfðum ekki þær tölur en við vorum að velta fyrir okkur meðaltalstölum á skatttekjum eða heildartekjum á íbúa. Þetta auðvitað alltaf vandmeðfarið og við hefðum þurft þar að vera með algjörlega niðurnefnt hvaða sveitarfélög væri inn í því meðaltali svo það væri hægt að ræða það alveg að fullu viti. En það sem umhugsunarvert þegar maður veltir þessu fyrir sér engu að síður, hvort sem að það munar litlu eða miklu á meðal tekjum per íbúa og það alveg þokkalega góða tekjur per íbúa í Reykjavík, að það umhugsunarvert að sá hér stendur hefur alveg síðan að ég kom í borgarstjórn talað hversu mikla
rekstrar hagræðinga möguleika borgin ætti að hafa út af stærð sinni. Þannig að hún er nú 4 sinnum stærri en næststærsta sveitarfélag landsins. Að það virðist bara ekki vera mögulegt að borgin sé bara hreinlega þannig samansett að það sé ekkert hagkvæmara að reka þetta stóra sveitarfélag heldur en til dæmis nágrannasveitarfélögin. Jafnvel séu þau hagkvæmari í rekstri. Og það er auðvitað umhugsunarvert hvernig á því stendur og hvort að kerfið hjá okkur sé það bara orðið of stórt eða hvernig það allt saman er. Og þegar ég var að velta þessu fyrir mér, þá fór ég líka að velta fyrir mér svona bara öðrum samanburði. Ég veit reyndar að meiri hlutin hefur ákveðið að því að ykkur er ekki vel við eða ágættu meiri hluta þessara 4 flokka í borgarstjórn Reykjavíkur er ekkert sérstaklega vel við samanburð, bara yfirleitt. Hann fer svolítið í taugarnar á fólki í meiri hlutunum. Einn ágættu samanburður sem að mér fannst koma, það voru þessar þjónustukannanir sem voru gerðar meðal 19 eða 21 stærstu sveitarfélaga landsins. Og Reykjavík kom illa út úr þessum þjónustukannanum. Það var íbúar í Reykjavík voru yfirleitt óánægðari en íbúar nágrannasveitarfélagana með eiginlega bara flest alla þjónustu borgarinnar. Og meirihlutinn ákvað að grípa til aðgerða til þess að það sæist ekki að íbúar Reykjavíkur væru óánægðari með þjónustu Reykjavíkur heldur en nágrannasveitarfélagana. Og það var ekki gert með því að reyna að laga, heldur gert með því að hætta að kaupa þessar þjónustukannanir og fara að gera eigin kannanir. Og við hefum reyndar ekki séð neitt koma út úr því ennþá. Það er eitt áhugavert áður en ég sný mér einhverjum 2-3 glærum. Þegar maður skoðar niðurstöður rekstrar A-hluta, eins og ég sagði hér áðan að þá veltu fyrir rekstri komið upp í 10,9%. Það er miklu betra heldur en verið hefur undanfarin ár og löngu komin tími á það í sjálfu sér. Veltu fyrir rekstri hjá B-hluta mjög sterk og hefur verið og ég orðaði þannig, við höfum svo sem ekki haft miklar áhyggjur af því á kjörtímabilinu. En ef maður skoðar þessa 2,6 milljarða sem að er jákvæð niðurstaða á rekstri A-hlutans, þá er samt sem áður 1,8 milljarður af þessum 2,6 söluhagnaður. Kemur fram í svari til dæmis sem að ég og borgarfulltrúi Sveinbjörg Birna báðum. Og borgarstjóri fór hér yfir skuldaviðmið og samanburð við önnur sveitarfélög sem var mjög gott, það er gott að sjá þennan samanburð. Það er engu að segja þannig að Reykjavíkurborg er með undanþágu varðandi skuldaviðmið. Ef Orkuveitan er inni, eiginlega öll önnur sveitarfélög landsins eru með skuldaviðmið fyrir A- og B-hluta. Reykjavíkurborg er með undanþágu varðandi Orkuveitana og er auðvitað yfir skuldaviðmiðinu þegar Orkuveitan er inni. En ekki meira það. Hér er svona hvernig skuldaþróun Reykjavíkurborgar hefur verið á A-hlutanum frá 2002 til og með 2016. Og þið sjáu þarna, ég merkti svona til glöggvunar fyrir okkur öll, árin 2007, 8, 9 og 10, þarna voru jafnmargir meirihlutar og súlurnar. En í öllum tilvikum nema í einhverja 100 daga var Sjálfstæðisflokkurinn þó í meirihluta á þessu tímabili. Og þið sjáu það þarna að þessu tímabili eru skuldirnar lægstar. Og svo hækka þær stöðugt og hækka meira segja enn árið 2016 og vonandi ekki á næsta ári. Ég trúi því reyndar ekki að það gerist. Ef við skoðum veltu fyrir sem hlutfall tekið frá 2002 til 2016 að þá merkti ég aftur svona til hægðarauka fyrir okkur þessi 4 ár, þessi jafnmargir meirihlutar voru og Sjálfstæðisflokkurinn meirihluta öll 4 árin nema í 100 daga og þannig veltu fyrir líka alveg ágætlega sterkt. Og ég hef nú verið með svipaða glærur áður en ég minnst svona ágætt að hafa þetta í huga að skuldirnar á A-hlutanum eru stöðugt á aukast og ég sagði það hér við fyrir umræðu og ég segi það enn og aftur, ég trúi því ekki að skuldir A-hlutans muni aukast á næsta ári. Við vorum reyndar með áætlun í fyrra sem að gera ráð fyrir að myndi að aukast til ársins 2019 og ég held með að við tekjum aukningu í samfélaginu að það bara geti það ekki gerst. Auk þess að líka kosningaár, þannig að við hljótum að sjá einhverja svona tilfærslur.
Ég hef líka öll árin hérna velt fyrir mér stöðugildafjöldanum og ég bara miða við greinagerðina og það sem kemur frá mannauðsdeildinni og við vorum í 6.860 stöðugildum í lok ársins 2015 og miðað við greinagerð mannauðsdeildarinnar þá hafa þau í lok ársins 2016 orðið 6.887 eða fjölgun 27 stöðugildi. Og ég alltaf opinn fyrir skýringum á þessu. En ég hefði til dæmis haldið að núna með við hagræðingar aðgerðir og annað þá værum við að sjá færri stöðugildi. En það allan ekki að sjá ennþá. En ágætu borgarfulltrúar, ég ætla að láta þetta nægja sem svona yfirferð yfir heildina. Þetta var bara eins og ég sagði fyrir umræðu smá viðbót við það sem ég sagði fyrir umræðu var það, ég ætlaði að bæta þessu við, að fara yfir veltufé og skuldir á glærum og stöðugildin eins og ég hef alltaf gert. Þá hefur Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú þakka fyrir þetta. Bara 3 stuttipunktar. Í fyrsta lagi varðandi söluhagnaðinn sem vissulega 1,8 milljarður. En þá það rangt upplegg að segja að það skýri mestan hluta afgangsins vegna þess að var reiknað með miklu meiri söluhagnað á árunum. Þannig að afgangurinn skýrist þvert á móti á því að við náðum kostnaðarlækkunum á árangri öðru. Þannig að þrátt fyrir að söluhagnaður veri ekki í samræmi við áætlun að þá þessi góða niðurstaða. Í öðru lagi þá það alrangt og í raun mjög meinlegu misskilningur ef að Orkuveitan væri inn í skuldaviðmið Reykjavíkurborgar þá værum við yfir 150% markinu. Ef að Orkuveitan inni þá erum við í 112%. Þá erum við í 112% og erum þá einna lægst á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að Orkuveitan einfaldlega með svo mikla tekjur á móti og mikilvægt að finnst mér allavega að allir áttir sig á því að jafnvel þó Orkuveitan væri inni eða værum við undir skuldaviðmiðinu en við erum vel undir því vegna þess að Orkuveitan ekki tekin þarna með. Mér langaði hins vegar bara aðeins vegna þess að borgarfulltrúinn leikur iðulega þann leik að reyna að búa til einhvern veruleika stjórn Sjálfstæðisflokksins í borginu og að skuldir hafi þróast á einhvern jákvæðan hátt í tíð Sjálfstæðisflokksins. Þannig að við skulum bara bregða hérna upp mynd af því hvernig þetta raunverulega var þegar Sjálfstæðisflokkurinn var hérna og það var sem frá 2006 til 2010 með smá hlér. Og þá rjúka skuldirnar upp og þetta öll samstaðan nefnilega. En borgarfulltrúinn leikur þann leik að birta alltaf mynd af bara A-hlutanum. Sjálfstæðisflokkurinn gortar sig að því að skuldir A-hlutans lækkuðu þegar hann tók hérna við. Það var vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn gaf hlut Reykjavíkurborgar í Landsvirkjun fyrir undir 30 milljarða króna sem eitthvað stærsta hneyksli í sögu borgarinnar þegar fjármál annars vegar. Þetta ekki til að hrósa sig af, þetta til að skamma sín fyrir. Borgarstjóri lokið við að veita andsvör við ræðu borgarfulltrúans og andsvörum telst lokið og næstu tekur til máls Sigurður Björn Blöndal, borgarfulltrúi. Þetta svolítið langur þetta hefði bara 11 mínútur. Já, forseti og ágætu borgarfulltrúar. Það Þetta var þakka borgarstjóra fyrir sína ágætu ræðu og já, ég aðeins hugsi yfir ræðu borgarfulltrúa Halldórs Halldórssonar hér sem að eina lýsingarorð sem að mér dettur í hug þá ræðu sérkennileg.
Ég upplifði hana bara þannig, hún var sérkennileg. Fjallaði í raun ekkert afsreining en dálítið samanburð. Og hann í raun og veru sýndi ágætlega fram á það borgarfulltrúinn hvers vegna samanburður er vandmeðfarið tól. Því það ekkert auðvelt í raun og veru að nota samanburð til að færa rök fyrir máli sínu. Og vissulega þannig að borgarfulltrúanum ágæta Halldóri Halldórssyni mistókst hrapalega að nota samanburð til að færa rök fyrir því að rekstur borgarinnar væri á einhvern hátt í einhverju öðru en góðum málum. Það svo merkilegt með samanburð, sko, það hvað nú kemur að honum. Samanburð þetta oft, hann getur verið tölulegur, en honum fylgir líka yfirleitt einhvers konar huglægt mat. Hvað ertu að bera saman? Og þegar ég sé svona mér oft minnistætt það sem ég heyrði einu sinni fyrir mörgum árum sagt, það sem var nefnt maður að tala samanburð og hvað samanburð gæti verið vandmeðfarinn, hann gæti líka verið frábært tól og til dæmis þegar kæma lífshamingju fólks, þá væri samanburður mjög merkilegt fyrirbæri, því að fólk í raun og veru nota samanburð oft til þess að meta eigin lífshamingju. Og til rökstuðnings því sagði þessi maður að það væri til dæmis þannig að fólk á Indlandi sem að býr nú við mjög misjafnan kost, að þar svona almennt ánægja, þar lífshamingja töluvert mikið og fólk nokkuð sátt við sinn hlut. Og tók á móti að til dæmis á Íslandi, þó fólk fólk ekkert alveg hamingjusamt, en það eru flestir heldur ósáttir við sinn hlut. Og hann svaraði því, og hann taldi og sagði að rannsóknir sýndu fram á það, að það væri vegna samanburðar. Því á Indlandi þá sem sagt aldalöng hefð fyrir því að þú berð þig ávallt saman við þann sem hefur það aðeins verra en þú sjálfur. Hins vegar á Íslandi þá ber fólk sig alltaf saman við það sem að hafa aðeins betra en það sjálft. Og fyrir vikið verður svona viðmiðið aðeins öðruvísi. Og hvað ég að fara með þessu máli mínu? Jú, í raun og veru ekki neitt. Ég bara tala samanburð sem kemur bara málinu í raun og veru ekkert við. Það var svipað að borgarfulltrúa Halldór Halldórsson gerði. Hins vegar þá ætla ég að fara aðeins yfir vegna þess að okkar ágæti formaður umhverfis- og skipulagsráðs er að sinna skyldum annars staðar í dag og ég tók að mér að fara örlítið og hundavaði yfir svona nokkrar tölur sem tengjast umhverfis- og skipulagssviði. Það svið sem að einmitt, af því að var nú verið að nefna hér hagræðingu, það svið sem að náði ágætum árangri í þeim hagræðingaraðgerðum sem farið var í árið 2016. Þar var miðað við að ná 172,5 milljón í hagræðingu á árinu. Það var saman sett af svona 8 yfirþáttum og það meðal annars ekki ráði ómannaðar stöður, það var tekið til í öðrum rekstrakostnaði, hverfaskipulagi, skrifstofu umhverfisgæða og öðru slíku. Til að gera langa sögu stutt þá var það þannig að það náðust 100% árangur í 7 af þessum 8 þáttum, en í einum þætti sem rekstur gatna og opinna svæða að þá náðust einungis 72% árangur. Það að segja að þar var áætlað að ná 12,7 milljón krónur sparnaði, var það einungis 9,2 vegna þess að það var hætt við að spara 3,5 milljónir í ákveðnum aðgerðum tengdur hreinsun gatna og var það meðal annars vegna þess að það var talið að það myndi koma niður á lífsgæðum fólks.
Þannig að sparnaður sem náðist var 169 milljónir eða 98% af því sem að áætlað var. Mjög góður árangur þar og ber að hæla starfsfólki sviðsins, þakka þeim kærlega fyrir þann góða árangur. Nú aðeins að rekstrinum, aðalsjóðsmegin, að þá er rekstrarniðurstaðan þar 3,7% undir því sem áætlað var. Tekjurnar eru heldur yfir, rúmlega 3,4%, laun og launatengd gjöld eru nokkuð undir. Það er 5,5% og annar rekstrakostnaður er 1% undir og þetta er allt ágætis dæmi það að þarna er hagræðing sem er náð fram og hvort sem að hún er einungis á vegna stærðar eða bara almennt góðra stjórnunar, það skal ég ekki meta. Eignasjóðsmegin, þá eru tekjurnar töluvert meiri en áætlað var 16,26%, laun og launatengd gjöld aftur undir. Hins vegar er þar svo að annar rekstrakostnaður er 22% undir, þannig að þessi hluti er tæpum 3% yfir, en þarna er fyrst og fremst að ræða frávik vegna vetrarþjónustu. Ég kem aðeins inn á það á eftir. Nú aðeins varandi bílastæðasjóð, þá er hann í ágætis málum í raun. Tekjurnar umtalsvert meiri en áætlað var, laun og launatengd gjöld undir sem kemur reyndar ekki einungis af góðu. Hins vegar er hækka lífeyrisskuldbinding allverulega, þó að upphæðirnar séu ekki mjög háar, þá breytir það svona prósentinu aðeins. Annar rekstrakostnaður er undir, afskriftir er undir og þar fram til götun. Rekstrarniðurstaðan í heild sinni er svo að það er 7,74% undir því sem áætlað var. Nú helstu frávikin í tekjunum eru þau að þær voru 7 milljarðar voru sem sagt 913 milljón krónum yfir áætlun, 425 milljónir af því vegna milliviðskipta, bingafulltrúi 40 milljónir yfir, skipulagsfulltrúi 14, vegagerðin greiddi meira inn, 50 krónum meira en áætlað var, útseld þjónusta var yfir og svo framvegis. Þannig að það var ágætt og auðvitað ánægjulegt að tekjur bílastæðasjóðs voru töluvert yfir áætlun, 304 milljónum, þar voru stöð og miðamælar 51 milljón, bílastæðahúsin 38, aukastöðugjöld 26 og stöðubrotin sem er kannski minnst ánægjulegt 68 milljónum yfir áætlun og eins voru bílastæðagjöld húsbygginda töluvert yfir 173 milljónir sem er auðvitað ákveðin vísbending framkvæmdir. Launafrávikin, það var 205 milljónum undir því sem áætlað var. Vinnuskólinn var undir, það var auðvitað kannski minnst ánægjulegt vegna þess að þar einfallega gekk ekki mjög vel að fylla í allar þær stöður sem voru í boði og átti það nú bæði við unglingarna sem þar eiga að vera og eins leiðbeinendur. Garðyrkjan á Miklatúni var undir, 25 milljónir króna, skipulagsfulltrúin einnig 14 milljónum, landupplýsingarnar 13 milljónum undir, fjármáladeild 10, samgöngudeild 10, framkvæmdir og viðhald mannvirkja voru 10 milljónum undir áætlun vegna opinna svæða og svo bílastæðasjóður 48 milljónum undir áætlun. Það var einnig kannski ekki alfarið á góðu vegna þess að það gekk ekki vel að manna þær stöður. Þannig að dekkun svæða hefði í raun og veru forsvarsmenn bílastæðasjóðs hefði óskað sér að geta dekkað svæðin, sérstaklega þau sem voru að bætast við enn betur en gert var. Þannig að maður veit svo sem ekki hvað það hefur komið nákvæmlega mikið niður á tekjum en enga síður árangurinn nokkuð góður en yfirvinnaði þetta tölverð og álag á því starfsfólki sem þar er fyrir vikið ansi mikið. Ber að þakka þeim kærlega fyrir sitt góða starf á árinu. Nú helstu frávik rekstrakostnaðarins
eru að hann 521 milljón krónu yfir áætlun og þar af eru 349 milljónir vegna milliviðskipta, milli sjóða. Rekstur gatna og opinna svæða var 372 milljónum yfir áætlun og þar vetrarþjónustan að vega langþyngst og auðvitað stærsti pósturinn í þessum aukna rekstrarkostnaði eða 340 milljónir alls. Útseld þjónusta var 55 milljónum yfir áætlun, sorphirða 45 milljónum yfir viðhald gatna og opinna svæða, færanlega 33 milljónum yfir. Þar á vegagerðin reyndar sinn hlut og svo framvegis. Ég þarf ekki að lesa þetta svo sem allt upp. En í stuttu máli þá rekstur sviðsins bara mjög góður til mikilla fyrirmynda. Veturinn þarna 2016 var erfiður. Hvað varðar vetrarþjónustuna. Við höfum eins og það að segja veturinn 15-16. Veturinn núna hins vegar afskaplega mildur. Þannig að við eigum eitthvað borð fyrir báru. Við þolum eitthvað snjó núna í haust. Þannig að okkar vegna þá má bara byrja að snjóa vel í október. Og ef það stoppar svo bara í desember þá erum við alveg sátt. En við sjáum hvernig það verður. Það ýmsar hræningar, loftslag og annað síbreytilegt og auðvitað vekur veðurfar eins og var í vetur svona, þetta vekur upp spurningar hvort að loftslagsbreytingar eru farin að hafa hér verulega áhrif eða ei. En það nú önnur saga. En ég ætla bara að ítreka það sem ég sagði hér á síðasta fundi. Það full ástæða til að þakka einu öfluga starfsfólki Reykjavíkurborgar kærlega fyrir þann mikla og góða árangur sem hefur náðst á árinu og fólk hefur staðið vel saman, snúið bökuð saman og tekist á við þau verkefni og þær áskoranir sem þurft hefur og það að skila góðum árangri. Að samanskapið þá þakka ykkur félögum mínum hér í borgarstjórn fyrir ánægilegt samstarf og hafa unnið að þessu, sérstaklega auðvitað ykkur í meirihlutanum. Við vinnum kannski þéttar saman en með minnihlutanum. Kannski breytist það einhvern tíma, maður veit það ekki. Það óskandi bara. En ég þakka bara fyrir mig og vona við eigum hér ánægilegan dag saman sem að verði lokið svona sjöleytið og ekki síst vona ég að þið ágæta lag Svölu Björgvinsdóttur, pappir á íslensku, að það komist áfram úr undankeppni, Evrópusöngvakeppnina sem fer nú fram í Úkraínu. Það auðvitað hart í ári að mörgu leyti í Úkraínu en kannski erfitt að bera það nákvæmlega saman við okkar aðstæður hér. En þetta fólk líka sem býr margt við harðræði. En Svölu óska ég velfarnaðar og ég mun hvetja hana áfram með ráðum og dáð í kvöld. En svo sem ólíklegt að það skipti miklu, en ég veit það. Takk. Það verið Sigurður Björn Blöndal borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri og ágæta borgarstjórn. Byrja að þakka þeim ræðumönnum sem hér hafa komið í pontu á undan mér og rætt ýmis málefni, meðal annars Eurovision. Það var nefnilega áhugavert sem að borgarfulltrúinn Björn Blöndal kom inn á varðandi samanburðina. Þetta fer svolítið eftir hvað það sem við erum að bera saman. Og ég treysti náttúrulega á borgarfulltrúa að halda svona að fara vel yfir stöðugildin í Reykjavíkurborg, þau hafa aukist. Það sem að ég aftur á móti hef verið að skoða núna frá umræðu síðasta ársreiknings sem sagt fjölgun stöðugilda, meðaltal stöðugilda samkvæmt ársreikningi bara frá árinu 2009 og bæði þá A og B hluta og bera það saman við annars vegar
fjölgun íbúa í höfuðborginni. Það er að segja hversu mörg störf við erum að auka, hversu mörg stöðugildi að aukast hjá okkur miða við þá aukningu á íbúafjölda. Og þar koma fram kannski frekar áhugaverðar samanburðartölur af því að það virðist einmitt vera að við séum að auka stöðugildin hjá okkur töluvert hraðar heldur en fjölgun íbúa er. Það er heldur en hraði á fjölgun íbúa í Reykjavík ekki á höfuðborgarsvæðinu. Og af hverju er ég að skoða þetta? Jú, ég er að skoða þetta vegna þess að við sem að komum að stjórn Reykjavíkurborgar höfum auðvitað ákveðna skyldum að gegna, lögbundnum skyldum og samningsskyldum fyrir þessa íbúa borgarinnar. Og mér hefur fundist tölulega séð þessi aukning á stöðugildum ekki verið í samræmi við íbúa þróunina. Og ég náði nú ekki að senda reyndar skrifstofu Borgarstjórnar fyrir klukkan 1 í dag einhverja glærusjó til þess að setja upp en ég mun örugglega bara senda ykkur þessa samantekt á Excel svona fyrir þá sem hafa áhuga á að kynna sér það. Síðan skoðaði ég þetta einnig með tilliti til þess hvernig getum við mælt þjónustuna sem við erum að veita. Hvernig getum við mælt það að fyrir til dæmis fjölgun eins og bara milli áruna 2015 og 16 þá er fjölgun 638 íbúa bara í Reykjavík, að við fjölgum stöðugildunum 27 hérna bara í A-hlutanum, 111 ef við tökum A og B-hluta saman. Ég ætla ekki að gera það, mér finnst það ósanngjarn samanburður því það eru svona aðra rekstrarforsendur oftast fyrir B-hlutanum. Getum við mælt einhvern veginn þjónustu aukninguna sem verður og þá komum við að þessum viðkvæma punkti sem að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson fór inn á að við erum hætt að gera þessar þjónustukannanir. Nei, við erum hætt að kaupa þetta samanburðar við aðra. Þannig að það er mjög erfitt að bera saman epli og appelsínur þar að segja við vorum búin að vera með í ákveðin tíma þessar þjónustukannanir sem báru okkur saman við önnur sveitarfélög og það þarf mikla vinnu við að fara að lesa á milli mismunandi aðferðafræði í því hvað er verið að skoða í þessum nýju keyptu þjónustukönnunum. En að þessu sögðu að þá ætla ég að færa mig yfir í umfjöllun einmitt fjárfestingar eignasjóðs. En það er einmitt líka að frá árinu, bara þannig að því sé haldið til haga, að frá árinu 2010 að þá hefur launakostnaður hjá A-hluta Reykjavíkurborgar hækkað um 20 milljarða. Og það eru auðvitað kjarasamningar þar undir og almenna breytingar á vinnumarkaði þó svo við sem auðvitað aðilar að samkomulaginu og reynum að halda okkur þar inni en þetta er töluvert þetta eru mjög háar fjárhæðir yfir þetta tímabil á síðustu 7 árum eða 6 rekstrarárum svo því sé haldið til haga. En á sama skapi að þá langaði mig þetta líka að bera saman aukningar sem að hvernig hafa fjárfestingar eignasjóðs skilað sér og af hverju er mikilvægt að benda á það í þessu samhengi. Og ég held að sé mjög mikilvægt að gera okkur grein fyrir því að fjárfestingarnar sem við förum í eru gerðar af það markmið þær skili meðal annars tekjum í framtíðinni. Og
það nú þannig að samkvæmt áætlunum að þá átti að fara í framkvæmdir hjá Reykjavíkurborg á síðasta ári fyrir 10,5 milljarða. En það var aðeins 88,5% af því sem var raunverulega framkvæmt, eða 9 milljarðar. Og þar eru fasteignir og stofnbúnaður töluvert undir áætlunum og samgöngum mannvirki. Og við lendum í þessum frasa sem að ég veit að borgarstjóri hefur nú oft heyrt þegar við tala við höfum sparað okkur til tjóns. En að einhverju leyti má færa rök fyrir því að þar sem að framkvæmdir hafa dregist mjög saman og fjárfestingar eignasjóðs, en á meðan höfum við farið kannski frjálslegra heldur en ella með fjölgun stöðugilda. En þetta kannski umræða sem að við ættum að skoða fyrir næstu fjárhagsáætlanagerð, herra borgarstjóri, það hvernig við getum, og ég held að það sé áskorun sem að allir stjórnmálaflokkar hérna inni standa frammi fyrir, þessu hvernig getum við haldið áfram að auka íbúafjölda í Reykjavík, íbúafjölda þeirra sem borga hérna útsvar og greiða hérna sína skatta og skyldur, án þess þó að því fylgi endilega svona mikil fjölgun í yfirbyggingu, mikil aukning í yfirbyggingu og rekstri borgarinnar, og að sama skapi að horfa til þess að það algjörlega nauðsynlegt að fara í frekari uppbyggingu innviða, lóðar, úthlutanir og uppbyggingu á húsnæði til þess að gatnagerðargjöld og lóðaframkvæmdir og því sem því fylgir, til þess að búa þeim sem að hér vilja búa, kannski svo besti flokkurinn myndi vilja segja, skemmtilega upplifun af að búa í borginni, en staðan reyndar svo að það kannski frekar óskemmtilegt að vera í þessum húsnæðum mörgum hverjum sem eru ólögulega út allan bæ. Ég nú komin inn í annað umræðu heldur en ég ætla að fara í fjárfestingar eignasjóðs eru lægri heldur en áætlanir nema, og samgöngumannvirkiskostnaður við gatnaframkvæmdir voru 80% af áætlunum ársins. Af hverju vorum við ekki að framkvæma fyrir alla áætlunina, og við erum enn og aftur með tekjur að gatnagerðargjöldum 32% undir áætlunum, og það varið á niðurfærsla á helming á óinnheimtum gjöldum hjá eignasjóði, sem er töluvert mikið, 50% af því sem útistandandi. En ég held að það sé, niðurstaðan sem sagt sú að miða við þá fólksfjölgun sem hefur átt sér stað í borginni, þann kostnaðarauka á yfirbyggingu, þá það ekkert sem að réttlætir þann kostnaðarauka, og við erum kannski svolítið í því að horfast í augu við það að þetta ekki alveg nógu góður árangur hjá okkur, þannig að við getum ekki verið að þenja kerfið endalaust út, nema að því fylgi þá aukning í þjónustu. Okkur vantar við vantað allavega síðasta ári og þar síðasta eftir að við hættum að gera þessar skoðanakannanir, hversu ánægt fólki raunverulega með að búa í borginni. En við vonum að ánægjan aukist mjög mikið í kvöld þegar niðurstöðurnar liggja fyrir úr Eurovision söngvakeppninni. Takk. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir loki máli sínu, og næstur tekur til máls Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn. Það var ágætt að fá smá yfirlit sem lagt fram í gögnum yfir hagræðingu í miðlægri stjórnsýslu.
sem barst sérstök fyrirspurnum en jafnframt hefur borgarfulltrúi Sigurbjörn Blöndal hér rakið munnlega fyrir umhverfis- og skipulagssvið hvernig áætlanir stóðust þar nákvæmlega en þetta nokkuð sem að ég myndi telja að væri gott að taka saman skriflega. Þetta liggur allt fyrir og leggja fyrir í borgarráðið bráðlega. Ég held að þetta sé svolítið nauðsynlegt upp á aðhaldið og upp á umræðu um árangur þó hann auðvitað lesa út úr tölunum svolítið nákvæmlega hvaða liðir það eru sem að eru undir og hverjir eru yfir. Það er gott að tengja þetta með skýrum hætti við upphafleg markmið og ég ætla bara einfaldlega að leggja til að það verði gert og vonast til þess að það verði léttverk. En ég ætla hins vegar kannski að byrja á að fara yfir stjórnkjörs- og lýðræðisráð. Það er nú kannski ekki mikið að segja frá fjárhagnum í sjálfu sér af því að það er ekki umfangsmikið aðalega launakostnaður við setu í ráðinu. En við tókum það ákvörðun að lækka ráðið úr flokki 1 í flokki 2 í byrjun árs 2016. Það skilar sér í lægri kostnaði 15,6 milljónir á móti 17,8 fyrir árið 2015. Og svo þó að það sé ekki talið með beint undir kostnaði ráðsins þá hafa sumir að gera það. Það er kostnaður við erindreka gagnsæðis og samráð sem var ráðinn 2015. Ákvað svo að hætta störfum áramótin 2015 og 2016 og það var ákveðið sem liður í hagræðingarvinnu í skrifstofunni sem að hún starfaði undir skrifstofu borgarstjóra og borgarritara að endurráða ekki og leysa þessu verkefni með öðrum hætti. Þá voru þar 10 milljónir sem að sá kostnaður lækkaði á milli ára en það eins og ég segi það telst undir hagræðingu á þeirri skrifstofu sem er eitt af því sem að var undir áætlun í heildina eins og hér hefur verið rakið. En ég ætla kannski aðeins að koma inn á starfsemi ráðsins. Það er kannski helst að frétta að í marsmánuði þá samþykktum við tillögu svokallaða rafrænt þjónustuver sem að tillaga sem að runnin út frá skýrslu þjónustuveitingu borgarinnar þar sem að var bent á að rafrænu þjónustu hafði ekki verið gert nægilega hátt undir höfði hér og að það væri full þörf til að lyfta þessu upp og setja á þetta aukna og skýra áherslu. Þetta breyttist reyndar yfir í rafræna þjónustumiðstöð í meðferð borgarráðs og heitir það núna. Þetta er sem sé komið í fullan gang núna. Það hefur verið ráðinn deildarstjóri og verkefnastjórar og hafa verið að vinna því hörðum höndum að kortleggja stöðu mála og forgangsraða og kynna sig hér og þar og ræða við fólk út allt kerfi. Þeim er náttúrulega allt ætlað að koma inn með dálítið öflugum hætti og bara hafa umboð til þess að aðeins að hrista upp í hlutunum og ég held að það muni klárlega nást á þessu ári. Nú höfum við þegar séð að það var opnuð rafræn gagnagátt fjármál borgarinnar í desember. Opin fjármál Reykjavíkurborgar og núna með útgáfu ársreiknings þá hefur bókhaldið verið gefið út á opnu sniði og þetta er nokkuð sem að verið þróað áfram og út frá upplýsingastefnunni að samræma dálítið gagnavinnslu og notkun gagna og
sjá hvar tækifæri gefast í því að samþætta og gefa út gögn. Já, svo líka þessu tengt frá því að segja að við samþykktum í nóvember heildstæða þjónustustefnu fyrir borgina. Önnur ábending út frá þessari skýrslu og getum. Það nokkuð sem hafi vantað hér í borginni. Það er heildstæð þjónustustefna fyrir öll svið borgarinnar til að vinna út frá. Hún er dálítið stutt og einföld en skilmerkileg og nú verið að við unna hörðum höndum að því að innleiða hana og gera áætlun og kynna hana um alla borg. Þarna sett fram með skýrum hætti að borgin þjónustustofnun eða þjónustufyrirtæki sem að snýst að mjög miklu leyti nærþjónustu og það að vera í samskiptum við borgarana og þetta þarf að hugsa sem fagþekkingu sem að þarf að innleiða með markvissum hætti og helst algjörlega í hendur við rafrænu þjónustumiðstöðvana. Þarna eru markmið rafræna þjónustu og nærþjónustu enda er rafræn þjónusta afbrigði af nærþjónustu sérstaklega í svona nútíma samfélagi þar sem að fólk alltaf með símann á sér og þannig að það hefur aðgang hvenær sem að þessari þjónustu. Þarna hefur til dæmis þó að Rafræn Reykjavík sem slík sem að er miðlæg þjónustugátt fyrir okkur hafi heppnast ágætlega í sjálfu sér, þá hefur til dæmis velferðarþjónustan setið á hakanum og ég held að það séu þarna alveg algjörlega skýrs og augljós sóknarfæri í því að lyfta henni upp af því að þetta oft svona svo kallaðir viðkvæmir þjónustuþegar sem að kannski ekki sniðugt að vera ætlast til þess að síðan sendast á milli með skjöl og mæta á staðinn endilega þeir geta bara afgreitt þetta bara í þægindum heima hjá sér. Þannig að þetta er annað sem að verður mjög spennandi að sjá hvernig þróast á árinu og mikilvæg ákvörðun sem að hér hefur ríkt góð samstaða Svo má líka nefna Betri Reykjavík og þá sér í lagi verkefnið Hverfið mitt sem áður hafði heitið Betri hverfi en var nú í fyrsta sinn endurnefnt yfir í Hverfið mitt svona til smá aðgreiningar frá Betri Reykjavík af því að þetta er náttúrulega alveg sérstætt verkefni eða svæði þar undir sem að aðeins öðruvísi en ýmislegt annað sem að hægt að bjóða upp á í þessar stóru reglík sem Betri Reykjavík sem að við ætlum að hugsa frekar sem bara svona alhliða þátttökugátt. Nú til dæmis að fara á stað undir Betri Reykjavík hugmyndasöfnun og svona samráðsferli vegna mótu menntastefnunar. Þannig að það er svolítið meiningin að brandið Betri Reykjavík verði svona það sem að fólk tengir frekar bara við íbúasamráð á efnum í borginni almennt og Hverfið mitt verði þá bara nákvæmlega þetta sérstaka verkefni sem að hefur gengið hvað einna best í íbúasamráði hér í Reykjavík sem að snýst að safna hugmyndum af framkvæmdum og forgangsraða. En sennilega er ástæðan fyrir því hvað það hefur gengið vel að þarna er úthlutað bara fjármagni sem að er síðan nýtt. Fólk veit að ef það tekur þátt þá eru peningarnir að fara að nýtast í það sem að fólk leggur til. Þannig að ég held að það hafi ekki átt lítinn þátt í því að trekkja fólk að þessu og viðhalda þarna góðum árangri og góðri þátttöku sem að fer núna vaxandi á milli ára og við slóum met í þátttöku, við vorum með 9,4% í þátttöku í kosningunum í fyrra. Já, ég held sem sé að það trekki að fólk veit að þegar það tekur þátt þá kemur eitthvað út. Það er mjög mikilvægur liður í svona íbúalýðræðisverkefnum að það sé alveg skýrt fyrirfram og fólk sjáu það að það koma hlutir út úr þessu, það er þannig ákveðin skuldbinding. En við sem sé
hækkuðum pottinn sem að þarna úthlutað til framkvæmda úr 300 billjónum í 450. Þetta nú að hluta til bara í takti við verðlag en aðeins betur. Það hefur örugglega þátt í aukinni þátttöku og ekki síður að þarna komið miklu betra viðmót á vefsíðuna. Svo miklu notavara og hægt að gera meira með þetta. Það hægt að tengja hugmyndinar við staðsetningu á korti og það hægt að hafa myndir. Þannig að þetta allt töluvert aðgengilegra og svo höfum við líka lengt í ferlinu þannig að í stað þess að hafa þetta bara fáeina mánuði fyrir sumarið, allt ferlið, hugmyndasöfnun og kosningu, þá fer fyrst fram hugmyndasöfnun vorið og síðan kosið haustið og þess að milli hægt að vinna með það hérna í borginni að útfæra hugmyndir með ítarlegri hætti og kostnaðargreina og svona vera kannski í meira lifandi samtali við þá sem leggja fram hugmyndinar á útfærslunni. Og þannig að þetta alltaf að skila sér í aukinni þátttöku og núna í þessum fasa, núna í ár, við höfum lokið hugmyndasöfnunarfasan, þá kom metfjöldi hugmynda, yfir 1000 hugmyndir og við stefnum bara með þátttöku í kosningunni núna í nóvember. En svo hafa líka verið uppi ýmsar hugmyndir hvernig má bæta við virknina og þar hefur verið nefnt að sá möguleiki að gefa fólki kost á að forgangsraða viðhaldsframkvæmdum bara af þeim lista sem að borginni með. Ég held að það sé svolítið rökrétt næsta skref og það hefur oft verið nefnt í þessu samhengi að samhengi við þetta verkefni að þarna eru bæði nýframkvæmdir og viðhald og þá heyrast svona raddir að það er ekki að þurfa að kjósa viðhald en ég held að þetta sé samt einhvað síður, þetta gefur fólki svona ákveðna innsýn í hvað þetta getur verið snúið og kannski ekki alveg hlaupið af því að skilgreina nákvæmlega þetta það sem að verður að viðhalda núna og það bara augljós mál að það bara setja peninga í það en þetta alltaf spurning forgangsröðun og það að veita fólki hlutdeild í ákvörðunartökunni gefur því svolítið tilfinningu fyrir forgangsröðuninni og hvað þetta getur verið snúið að vera með takmarkað fé til ráðstöfunar. Það sem að ein ákvörðun að gera eitt þýðir að annað frestast. Þannig að ég held að með svona auknu og bættu viðmóti og auknum áhuga á og vaxandi áhuga á þessu verkefni þá séu mikil sóknarfæri í því að opna á þetta enn frekar. Og eins með svona þáttöku fjárlagagerð almennt með auknu gagnsæi á fjármálunum með opin fjármál þeirri gátt og aukinni upplýsingagjöf almennt fjármál þá lagður ákveðin grunnur fyrir því að fólk geti tekið þátt. Gagnsæi náttúrulega svona hornsteinin í þáttöku og lýðræði að fólk geti haft aðgang á upplýsingunum til að vinna með. Svo ætla ég að vinda mér aðeins í að fara yfir íþrótta- og tómstundaráð þar sem að borgarfulltrúinn Þórgnýr Thórodsen er formaður, varamaður minn og félagi. Ég hef fengið smá gögn frá honum til að fara yfir. En sem kemur fram í ársreikningi þá var rekstrarniðurstaða sviðsins 6,7 milljarða, 1,9% undir fjárheimildum. Tekjur voru töluvert yfir áætlun 23,8%. Þetta skýrist af auknum tekjum af skíðasvæðum og aukinni aðsókn í sundlaugar, fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þetta skilar sér í auknum tekjum auðvitað. Laun og launatengd gjöld voru aðeins yfir áætlun 1,1%. Almennt launakostnaður aðeins undir fyrir utan langtímaveikindi sem að eru 31,2% yfir áætlun. Nokkuð sem að sýnilega fullt tilefni til að fara yfir og mögulega er álag að aukast sem þarf að létta með einhverjum hætti en það auðvitað sjálfsagt viðfangsefni sem eru langtíma veikindin sem ekki bara þarna. Annar rekstrakostnaður er síðan
2,9% yfir fjárheimildum. Það er rekstrarkostnaður sundlaugana og skíðasvæðanna vegna aukinnar aðsóknar. Innri leiga er hins vegar undir fjárheimildum vegna lægri verðbólgu. En síðan til að tengja þetta starfsemi sviðsins við upphafleg markmið í aðgerðaráætlun hagræðingu. Þá er skemmst frá því að segja að það náðist að hagræða fyrir 120,5 milljón krónur eða 94% af hagræðingu samkvæmt aðgerðaráætlun. Það voru 2 liðir sem að náðist ekki að fullu. Það var sem sé áðurnefnd lækkun af innri leigu. Það var gert ráð fyrir að liður í því væri að skila húsnæði við Skerjafjörð og í Leirdal. En það húsnæði var síðan tekið í önnur verkefni en hafi verið, þannig að því var ekki skilað sem liður í hagræðingu að þessu sinni. Og svo náðist ekki hagræðing í niðurlægum liðum að fullu, það náðist 85%. Og það er sem sé fyrst og fremst þessi auknu langtímavíkindi sem olli því. En sem sé það sem að náðist sem sé, og þetta má finna á vef borgarinnar, þessa aðgerðaráætlun sem var samþykkt sem viðauki í fjárhagsáætlun í febrúar í fyrra. Já, ég ætla kannski ekki að rekja það sérstaklega, það er þetta kannski aðalmáli hvað náðist ekki. Og aftur finnst mér ástæða til að ítreka að ég tel þörf á því að taka þetta saman skriflega. Loks er það Sorpa, það sem ég er stjórnarformaður. Ég ætla að fara stuttlega yfir helstu rekstrarliði og starfsemi á árinu. Rekstrarniðurstaðan var jákvæð það bil 419 milljónir miðað við 417 árið áður. Rekstrartekjur hækkuðu verulega 18,2%. Það er einna helst móttökugjald sem að hækka vegna aukins magns og verðlagsbreytinga. Eins hækka tekjur hjá góða hirðinum og sala endurvinnslu þeirra. Þetta skýrist fyrst og fremst vegna þess að fólk er einfaldlega að losa meira frá sér. Góðærið sést alltaf ágætlega í úrgangsmagnstölum. Hagsveiflan fylgir þessu aðeins. Þegar fólk hefur peninga til að fjárfesta til dæmis í húsbúnaði og framkvæmdum, þá losar það meira sig. Þannig að það er einna helst þessi stóru grófu flokkar sem að eru nú kostnaðarsamastýr í meðferð sem að eru aukast hvað mest. En svona almennur heimilisúrgangur helst alltaf í stað og helgast kannski af því að sveitarfélögin eru almennt metnaðarfull í því að bjóða upp á flokkun og eru í verkefnum sem er ætlað að draga úr úrgangsmyndun á heimilissorpi. En já, helsta svona starfseminni er kannski helst að frétta að við skrifuðum undir í desember samkomulag gas- og jarðgerðarstöð annað eftir töluvert kæruferli gagnvart fyrir útboði sem var til þess að það var farið aftur í samkeppnisviðræður. Niðurstaðan af því að það var samið aftur við sama aðila sem er danska fyrirtækið ICAN og miðað er við að bygging gas- og jarðgerðarstöðar klárist undir lok árs 2018. Hún mun
taka við heimilisúrgangi frá öllu höfuðborgarsvæðinu og framleiða úr því bæði moltu og metangas. Þannig að það verður í náinni framtíð áskorunarefni fyrir sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, hvernig við nýtum þetta. Moltan verður kannski ekki mikið mál, Sorpa hún þegar með viljayfirlýsingu bæði við Landgræðsluna og félagið Gróður fyrir fólk í landnámi Ingóls með nýtingu af moltu til gróðurræktar. En metanið hins vegar, nokkuð sem ég mun tala á eftir. Það var Halldór Auðar Sandsson, borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Ilmur Kristjánsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég ætla að fara yfir málefni velferðarsviðs og ársreikning, en mér langaði að byrja af því að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson kom inn á þjónustukannanir og ég var svolítið glöð af því að þá fæ ég tækifæri til að segja sögu sem ég langar að segja. Það er nefnilega svolítið munur á þjónustukönnunum og viðhorfskönnunum af því viðhorfskannanir endurspegla kannski viðhorf til þjónustu sem þeir hafa kannski ekki hundsveit á. Og og það ef ég man rétt þá hætti Reykjavík að kaupa þessa könnuna því að hún var endurspeglað var ekki til að nýtast sem þjónustukönnun. En til þess að hnykkja á þessu þá ætla ég að segja ykkur sögu sem að ég var nefnilega í San Francisco páskana með vinkonu minni og það var heimilislaust fólk þar út allt. Maður kom út á hótelinu og það var sko ekki þverfóta fyrir heimilislausu fólki. Björn elskar því ég tala þetta. og mikið af fólki í hjólastól á götunni. Og svo förum við í strætó og ég er með vinkonu minni sem kemur ekki nálægt borgarmálum og þekkir ekki innviðin mikið. Og svo komum við í strætó og þar er fötluð kona að fara út úr strætó í svona lyftu og hún segir, það er hugsað svo vel fatlað fólk hérna. Og ég leit á hana og hélt hún væri að grínast. Og ég segi, ertu að gera grín? Nei, sjá, svona í Reykjavík? Svona lyfta í Reykjavík? Ég segi, nei, þar eru með sérstaka ferðaþjónustu sem skutlar fólki bara upp að dyrum. En hún hafði ekki innsýn að því að hún hafði ákveðið viðhorf til þjónustu í Reykjavík en ekki innsýnina. Og ég held kannski þið myndu hlæja þessu. En sumt er heldur ekki hægt að bera saman eins og þjónustu við utangarðsfólk. Við getum ekki borið saman á önnur þjónustu sveitarfélög af því að hún er ekki til staðar. Og satt að segja þá er það alveg ljóst að Reykjavík þarf ekki að vera hrætt við samanburði þegar kemur á þjónustu. Svo mikið veit ég allavega í velferðarmálum. En allavega, staðan á velferðarsviði er að flestu leyti mjög góð og helst ber að nefna að það urðu sviðsstjóraskipti og nýlega og tók Regína Ásvaldsdóttir við af Stefáni Eiríksinni sem aftur tók við starfi borgarritara og eftir heimildur gengur henni vel að setja sig inn í nýtt starf enda ekki ókunn störfum fyrir Reykjavíkurborg en hún starfaði hér áður sem borgarritari. Fjárhagsstaðan er góð og með bundnum liðum kemur reksturinn út í plús. Velferðarsvið 600 milljónir króna innan fjárheimilda þrátt fyrir hagræðingu en ef dregnir eru frá bundnir liðir stendur reksturinn í mínus 325 milljónir og má það rekja til eftirfarandi atriða eins og áður, þjónustu við börn með þroska og geðraskanir en það hefur ekki ennþá tekist að semja við ríkið þann málaflokk og við berum ennþá kostnaðinn af því. Ferðaþjónusta fatlaðs fólks, vistunarþjónusta barnaverndar og óuppfyllt hagræðingakrafa upp á 50 milljónir.
Ástæðan fyrir mikilli lækkun á bundnum liðum frá því má fyrst og fremst rekja til fækkunar fólks á fjárhagsaðstoð en líka vegna breytinga á húsnæðisbótakerfinu. En með nýjum reglum var vart við að færri gátu nýtt sér sérstakar húsnæðisbætur en áður og einhver tíma hefur það tekið fyrir kerfin að vinna saman. Það er að segja ríkið eða Vinnumálastofnun og upplýsingar hafa ekki verið upp á 100%. En nýlega hækkaði félagsmálaráðherra tekjumarkið og til stendur á Reykjavík gerir slíkt hið sama. Auk þess að hækka stöðul þannig að bætur koma til með að hækka eitthvað og fleiri fá bætur. Það hefur verið lögð mikil vinna í endurskoðun á reglum og félagslegu mati á fyrir sérstakar húsnæðisbætur og eiga starfsmenn velferðarsviðs hrós skilið fyrir vel unnin störf við gríðarlega flókið verkefni. Mér finnst brýnt að fara yfir þau mál sem eru veikir punktar hjá sviðinu sem snúa helst að biðlistum en fjölgar á bið eftir stuðningsþjónustu þrátt fyrir að aukið fjármagn hafi verið sett í málaflokkinn og laun til stuðningsfjölskyldna hækkaði 88% á síðasta ári. En ég vil samt taka fram að starfsmenn þjónustumiðstöðvar segja þó auðveldara að ráða í eða fá stuðningsfjölskyldur þó hægt gangi. Velferðarráð hefur nú beðið heildara endurskoðun á reglum, framkvæmd og launaviðmiðum. Eins eru biðlistar eftir félagslegu húsnæði lengjast og það miður. Mest eftirspurn eftir litlum 2 herbergja einstaklingsíbúðum og hefur FB átt í einhverjum erfiðleikum með að festa kaup á slíkum íbúðum enda eftirsóttar. Í borgarráði í nóvember 2014 var samþykkt að heimila kaup á 500 nýjum íbúðum til ársins 2019. Þessi áætlun var í samræmi við þarfagreiningu velferðarsviðs. Þetta eru 100 nýjar íbúðir á ári. Nýlega kom út húsnæðisáætlun Reykjavíkur þar sem farið yfir stöðu félagsbústaða og ljóst og ég held að þverpólitísk samstaða sé að félagsleg blöndun gríðarlega mikilvæg þegar keyptar eru íbúðir. Þess vegna hefur verið áhersla á það að lóðahafar hjá Reykjavík og byggingaraðilar selji félagsbústöðum, ég man ekki prósentutöluna, 5% eigna sinna og þannig verði þörfinni mætt. Þann 15. júní næstkomandi verður haldinn sameiginlegur fundur félagsbústaða og velferðarráðs og hvet ég kjörna fulltrúa sem sitja í velferðarráði að undirbúa sig fyrir þann fund svo að við getum kannski gert eitthvað sniðugt. Biðlistar eftir sálfræðiþjónustu annað áhyggjuefni og tvíverknaður hvað varðar greiningar hjá ríki og borg. Allt þarfnast þetta skoðunar og samstarf milli skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs. Þjónustumiðstöðvar hafa þó tileinkað sér það sem kallað snemmtæk íhlutun og veita þjónustu þó ekki hafi komið til greiningarvinnu því ljóst að bið eftir slíku getur verið töluverð. Á velferðarsviði starfandi samráðsnefnd með ríkinu sem á að skila frá sér greinargerð á næstunni. Ljósu punktarnir eru ekki fáir. Nýlega var samþykkt tilraunaverkefni sem nefnist frá barni til fullorðins og gerir fötluðum einstaklingum, ungum einstaklingum sem búa í foreldrahúsum tækifæri til að fá sólarhringsþjónustu á heimili sitt. 3 sóttu og allir fengu. Endurskoðun á þjónustu við utangarðsfólk í gangi. Rafræn þjónustumiðstöð mikið gleðiefni og það heyrir ekki beint undir velferðarsvið en þá eru allir áhugasamir að setja kraft í velferðartæknina og í gær fekk ég þennan bækling í hendurnar sem nýbúið að þýða og leiðbeinandi fyrir sem Reykjavík var sem sagt að útbúið að þýða og verður leiðbeinandi fyrir sveitarfélög sem heitir velferðartækni verkfæri. Þetta er svona verkfærakista fyrir sveitarfélögin að innleiða velferðartækni í þjónustuna. Það var innleiðing á verkefninu endurhæfing í heimahúsum sem var tilraunaverkefni og sýndi gríðarlega góðan árangur.
og Bataskólinn í samstarfi við ríkið sem að tekur á móti fólks sem hefur glímt við geðrænar áskoranir og svona jafningja skóli á svona jafningjabasis og hefur gefið góða raun í erlendis. Breiðholtsbrúin sem verkefni sem var til sem fjölskyldumiðstöðin í Breiðholti með People Against Poverty samtökunum og hjálparstarfi kirkjunnar held ég þar sem að fólk kemur saman og eldar. Verkefni Tinna sem samstarfsverkefni við ríkið sem á að styðja við langtímanotendur fjárhagsaðstoðar og ungra mæðra. En þá held ég að ég sé búin. Takk. Þá Ilmur Kristjánsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur tekur til máls Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér ársreikning 2016 og eins og fram hefur komið í umræðunni hjá borgarstjóraformanni borgarráðs og fleirum þá liggur heildarmyndin fyrir. Hún í skemmstu máli þessi að það hefur tekist að sigla fjármálum borgarinnar inn í örugga höfn eftir mótbyr undanfarinna ára sem að kannski náði hámarki með því að hausti 2015 þurftum við að ráðast í að útfæra all umfangsmiklar hagræðingaraðgerðir sem að síðan koma til framkvæmda í byrjun síðasta árs. Milljarða halla hefur verið snúið í ríflegan afgang, skuldir fara hratt lækkandi, hvort sem litið til allhluta eða samstæðunar. Skuldir samstæðunar reyndar eru það lægstu sem við höfum séð frá 2008 og það hefur tekist að koma böndum á útgjöld sem að áður hækkuðu hratt ár frá ári. Við sjáum þessa mynd birtast í einstökum málaflokkum en ég ætla að nota minn tíma í að fara yfir stöðuna í skóla- og frístundamálunum á sviðinu sem að rekur leikskóla, grunnskóla og frístundamiðstöðva borgarinnar. Hér sjáum við heildarmyndina. Rekstur sviðsins var sem sagt í jafnvægi innan áætlunar á árinu. Rekstrarniðurstaðan 42.174 milljónir eða 197 milljónum undir fjárheimildum sem að svara til 0,5%. Þetta sundurlegast þannig að tekjurnar voru 331 milljón umfram áætlun, launakostnaðurinn 582 milljónir undir áætlun og annar rekstrarkostnaður 715 milljónum yfir áætlun. Skýringar á hærri tekjum eru einkum þær að tekjur frá öðrum sveitarfélögum og vegna skólakostnaðar nemenda sem að sækja skóla utan síns lögheimilis sveitarfélags að þær voru ríflega 100 milljónum yfir áætlun og styrkir og önnur framlög 145 yfir áætlun en þá ber þess að geta kostnaður á móti þessum framlögum bókast ýmist á laun eða annan rekstrarkostnað. Launakostnaðurinn var sem fyrr segir tæpar 600 milljónir undir áætlun sem að sundurlegast þannig að grunnskólahlutin var 245 milljónir undir áætlun, leikskólahlutin 251 og frístundahlutin 132 milljónir. Skýringarnar eru einkum tvær, annars vegar mannekla bæði í leikskólum og frístund sem að frestaði nýráðningum á starfsfólki og svo hitt að stjórnendur völdu í einhverjum tilvikum að kaupa þjónustu frá þriðja aðila í stað þess að ráða inn starfsfólk til dæmis í ræstingar og fleira og það kemur þá fram í tilfærslum á milli liða. Umfram útgjöld í öðrum rekstrarkostnaði speglað verulegu leyti þá stöðu að þau framlög eru vanáætluð í úthlutunarlíkönum sem að eru komin til ára sína. Það er góðu hilli verið að endurskoða þeim núna og við gerum okkur vonir að sú endurskoðun skili raunhæfari líkönum sem að endurspegla betur veruleika starfsstöðvana. Ef við skoðum afkomu starfsstöðvana sérstaklega þá sjáum við að það er halli á rekstri borgarreikinnar grunnskóla upp á 84 milljónir samtals. Það bil helmingur grunnskólana er rekið með halla eða 19 af 36 en 17 eru með afgang. 6 með 2% halla eða meira yfir áætlun. Leikskólamegin er myndin svipuð, það er rúmlega helmingur rekinn með halla, 37 leikskólar af 61, 24 með afgang.
starfsstöðvarnar í heild með 88 milljón króna halla. Frístundamiðstöðvarnar hins vegar rekna með nokkrum afgangi, 85 milljónum í heildina að meðtöldum frístundaheimilum. Þannig að við sjáum að við megum ekki láta góða heildarafkomu sviðsins vill okkur sýni því að það er víða viðkvæmur og erfiður rekstur hjá einstaka starfsstöðum sem að þarf að rýna betur. Við þurfum að hjálpa stjórnendum að ná betri tökum á rekstrinum og þar reiknum við einmitt með að ný og endurskoðuð reiknilíkun geti hjálpað talsvert til. Samhliða er mikilvægt að hraða ákvörðunum meðferð halla og afgangs fyrri ára en óvissa endanlega afgreiðslu þeirra mála eykur á vanda einstakra stjórnenda og grefur undan þeirra yfirsýn og fjármálastjórn. Góð afkoma ársins skýrist af nokkrum þáttum eins og fram hefur komið í þessari umræðu. Hærri tekjur er ein skýring, meiri umsvif, önnur, hagstæð ytri skilyrði eins og gengisáhrif koma til skjalana, en líka aðhald og ráðdeild sem að birtist í hagræðingaraðgerðum síðasta árs. Og þetta kemur ágætlega fram í rekstri skóla- og frístundasviðs þar sem lagt var upp með 670 milljóna króna hagræðingakröfu. Sviðið tók reyndar ákvörðun að hækka þá hagræðingakröfu til þess að fjármagna nokkra svokallað umbótaþætti á sviði með annars læsismála, móðurmálskennslu fyrir erlenda nemendur, starfsþróun, verktækni og listgreinar og lýðræðisstarf í skólum svo eitthvað sé nefnt. Og ég hef hér tekið saman glæru sem að þeir sjá sem að almennt hafa góða sjón, en þetta má síðan senda á borgarfulltrúa í kjölfarið. Og hér kemur fram að hagræðingin gekk eftir í öllum meginatriðum og rétt að árétta það því að ég tók eftir því í fyrri umræðum ársreikning þá kom fram í máli fulltrúa minnihlutana einhverra að meirihlutin hefði ákveðið að bakka með hagræðingaraðgerðina því það hefur verið óraunhæfar eins og það var orðað. Þvert á móti sýnir ársreikningurinn og þar með talið þetta yfirlit að við stóðum við okkar áætlanir og þær voru mikilvæg forsenda þess að hægt var að gefa í haustið 2016 og þá með þeim myndarbrag að innspýtingin í þessum málaflokki var talsvert meiri en umfang þeirrar hagræðingar sem að sviðinu var gert að bera á árinu. Þessi mynd sýnir að af þeim 23 atriðum sem voru í hagræðingaráætlun skóla- og frístundasviðs þá náðist áætlunin að fullu leyti í 17 af þessum 23 atriðum og raun hagræðingin sem skilað var í húsnam 688 milljónum sem er 85% af markmiðum ársins þegar við leggjum saman 670 milljóna hagræðingakröfu og síðan það sem að sviðið ákvaða að hagræða til viðbóta til að eiga fyrir umbótaþáttum sem að losaði þá 800 milljónir rúmlegar samtals. Af þeim atriðum sem ekki náðust nema að hluta til má helst nefna að það var minni árangur en stefnt var aðvarandi hagkvæmari innkaup. Það tókst að lækka símakostnaði 30%, auglýsingakostnað, ritfanga og pappírskostnað og kostnað vegna sérfræðiþjónustu með útboðum og hagstæðari samningum. En tafir urðu á innleiðingu umfangsmeiri útboða vegna meðal annars áformaðum samstarf sem ákveðið var að fara í við önnur fagsvið sem að tók þá talsvert lengri tíma að útfæra. En þetta er þá aðgerð sem að það sem má segja að innleiðingin hún frestast að hluta til en mun sannarlega vera áfram ofarlega í forgangsröðuninni. Þá þarf að hafa í huga að verulegur árangur náðist á tilteknum vöruflokkum í örútboðum sviðsins á hráefnum fyrir skólamötuneytin, svo hleypur á 20 milljóna króna en það er reyndar flokkað hér með hagræðingu hjá skólamötuneytunum en ekki undir hagkvæm innkaup. Það er ákveðið áhyggjuefni að viðverustefna borgarinnar hefur ekki skilað jafn miklum árangri og við stefndum að við að draga úr fjarvistum starfsfólks vegna langtíma og skammtíma veikinda og þarf að mínum að ráðast í endurskoðun á þeirri stefnu og innleiða markvissa jákvæða hvata í nánu samstarfi við starfsstöðvarnar sem að leiði þá til þess að starfsstöðvarnar sjái beinan fjárhagslegan ávinning af því að grípa til aðgerða til þess að minnka fjarvistir. Varðandi orkusparnað má draga fram að árangur þar var undir væntingum en þó náðist að semja betri kjör við Orkuveitu Reykjavíkur sem að lækkaði orkukostnaðinn talsvert og síritar voru settir upp í skólum sem hafa skilað nokkrum árangri. Hluti af hagræðingaraðgerðunum og það sem voðansi þungt var lækkun launakostnaðar á miðlægri skrifstofu og það er hér dregið saman á þessari mynd. Þar var lagt upp með að hagrætt yrði 10% á árinu sem var tvöfalt umfram svona það almenna viðmið sem gefið var út
Reynda var niðurstaðan svo að launakostnaður á miðlægri skrifstofu lækkaði 17,5%. Það þó ekki komið að öllu leyti til framkvæmdar á þessu árið 2016 því að einstakir starfsmenn sem að sögðu upp eða hættu, þeir voru áfram á launaskrá út af uppsagnarfresti, orlofi og svo framvegis. En á ársgrundvelli sparast þarna 120 milljónir króna. Ég held reyndar og vil leggja áherslu á það að þarna hefur kannski verið gengið of nærri starfseminni í einu lagi og það sé mikilvægt að fara í gegnum það að á ákveðnum lykildeildum þörf á meiri mannafla til þess að standa undir þeim miklu verkefnum sem að sviðið þarf að rækja til að standa undir nafni, ekki síst á fagskrifstofu grunnskólamála. Þessi árangur sem að hér hefur verið dregin upp og tók að birtast í hálfsársuppgjörinu sem var opinberað mitt síðastliðið ár leiddi til þess að ákveðið var að nýta aukið svigrúm í fjárhag borgarinnar til að styrkja sérstaklega stöðu skólamálana enda þörfin á inngjöf þar mikil. Eins og menn muna þá voru samþykktar hér í borginni aðgerðir í skólamálum 15. september sem að námu í heildrúmlega 900 milljónum og léttu róður starfsstöðvana til mikilla muna. Þarna varum að ræða viðbót við sérkennslu og stuðning, aukið fjármagn í faglegt starf, námsgögn á leikskólum, viðbótar fé til að mæta langtímaveikindum, aukið fjármagn til að bæta gæði skólamáltíða og svo framvegis. Og almennt má segja þróunina í málaflokknum að staðan hefur verið á mörgu leyti batnað og það hefur verið fjárfest myndarlega í málaflokknum síðustu misseri. Það kemur þó fyrst og fremst fram í hærri launum og það forgangsröðun sem að ég fyllilega sammála og reyndar stoltur af. Við sjáum hér á þessari yfirlitsmynd frá 2008 til 2016 að það eru sérstaklega tveir þættir sem hafa hækkað verulega. Það eru launin 2,3 milljarða umframverðbætur, innrilega sömuleiðis 2,5 milljarða eða þar bil. En annar rekstrakostnaður hefur hins vegar lækkað 1 milljarð og 400 milljónir á þessu tímabili. Og ef við tökum fókusinn niður á kjörtímabilið undanfærin ár frá 2014 þá birtist okkur svona svipumynd, þar að segja bróðurparturinn af auknum framlögum til málaflokksins hefur farið í launahækkanir, 3,1 milljarður á föstu verðlagi á þessum tímabili frá 2014 eða 80% af auknum framlögum til skóla og frístundamála. Framlög í annan rekstrakostnað hafa hækkað 266 milljónir og aðrir helstu liðir eru innri leiga og framlög til sjálfstætt starfandi stofnana. Forseti, ágæta borgarstjórn, það stendur yfir mikil vinna við að skoða starfsumhverfið hjá okkar fagfólki í þessum málaflokki og ég vildi rétt svona í lokin leggja áherslu á það að þarna verið að greina starfsaðstæður kennara í leikskólum og grunnskólum og sambærileg úttekt á vinnuaðstæðum starfsfólks frístundarinnar stendur fyrir dyrum. Þetta afar mikilvæg vinna sem að ég reikna með að muni skila tillögum úrbætur með haustinu, þannig að við nýtum og búum betur að okkar starfsfólki til hagsbóta fyrir börnin og ungmenn í borginni. Ég áður minnst á úthlutunarlíkönnu sem í smíðum og stefnt að því að hefja innleiðingu þeirra á komandi skólaári. Við erum að fá mjög mikilvæg gögn inn, til dæmis skýrslu Evrópumiðstöðvar skólan aðgreiningar sem að draga fram að það þarf að gegnumlýsa og bæta framkvæmdina á þeirri mikilvægu stefnu og hafa þjónustuna markvissari við börn með sérþarfir, höfunarfrávik og svo framvegis. Og síðan eru ákveðnir þættir í okkar þjónustukerfi, okkar stjórnkerfi í málaflokknum sem við þurfum að skoða betur. Formað velferðarráðs myndist hér á samstarf á milli skóla- og frístundaráðs og velferðarsviðs varðandi þjónustumiðstöðvarnar og skólaþjónustuna og ég held að það sé einmitt kannski besta dæmi umbætur sem við þurfum að gera á þjónustuveitingunni. Styrkja þar verulega samstarfið á milli þessara sviða þannig að þjónustan sem kölluð skólaþjónusta, hún færist meira út á vettvanginn, út í leikskólana og grunnskólana og þjónustuveitingi við börnin verði sterkari. Tími minn búinn, ég vil bara rétt í lokin þakka öllum starfsfólki sviðsins bæði út á starfstofunum og miðlægt fyrir þeirra miklu og góðu vinnu, sömuleiðis starfsfólki í fjármálaskrifstofu fyrir velunnin störf sem að endurspeglast í þessum ánægjulega ársreikningi sem sýnir að fjármál borgarinnar eru í góðu jafnvægi
þökk sé góðu samstarfi við okkar öfluga starfsfólk út alla borg. Já, þá hefur Skúli Þór Helgason borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstu tekur til máls Kjartan Magnússon borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Þessi ásetningur Reykjavíkurborgar fyrir árið 2016 staðfestir enn einu sinni að núverandi meirihluti borgarstjórnar. Hann á þeirri braut að hafa skatta háa, eins háa og hann getur haft á. En þessi mikla skattheimta sem vissulega var síðasta ár, hún kemur fram í rekstrinum en reksturinn ekki eins góður og hann gæti verið og ætti að vera með þessa miklu skattheimtu. Og það rauninni furðulegt í sjálfu sér að þrátt fyrir að þessi mikli tekjuauki verði hjá borginni, þá heldur borgarsjóður samt áfram að safna skuldum og það áhyggjumerki. Auðvitað ástæða til að fagna því að í sjálfu sér að borgarreksturinn skili afgangi, bæði á B-hluti og sérstaklega heildarsamstæða borgarinnar. Auðvitað ástæða til að fagna því. En það að miklu leyti tilkominn þessi bati út af góðum aðstæðum í þjóðfélaginu og gífurlegri tekjuaukningu. Það kemur bara fram með því, ágætu borgarfulltrúar, að við sjáum að í upphaflegri áætlun fyrir árið 2016 þá var gert ráð fyrir útsvarstekjum upp á 59,6 milljarða króna. Útsvarstekjur ársins eru hins vegar miklu meiri eða 11 milljörðum hærri og námu 70,6 milljörðum króna. Útsvarstekjur ársins eru því heilum 18,4% hærri en áætlanir gerðu ráð fyrir í upphafi. Ég held að það sé mikilvægt fyrir okkur borgarfulltrúa þegar við lesum þessa reikninga að átta okkur á mununum á upphaflegri áætlun og svokölluðum viðauka áætlunum. Áætlun 2016 með viðaukum, hún er gerð nálægt árslokum, þannig að miðað við okkar fullkomnu bókhaldskerfi þá sjá menn auðvitað hver útkoman og geta stilt áætlunina í samræmi við það. Þannig að áætlun sem við erum að fá í hendurna kannski í nóvember, hún eðlilega kemst mjög nálægt því sem endalega niðurstaða verður. Og það mjög gott að hafa slík stjórntæki, það mjög gott að hafa þau stjórntæki að geta fylgst með áætluninni hvernig hún þróast allt árið. En það líka mikilvægt, borgarfulltrúar góðir, að við skoðum hvaða fjárhagsáætlun var upphaflega samþykkt og hvaða frávik eru frá henni. Og það sýnir okkur að þarna verður gífurlegur óvæntur tekjuauki eða tekjuauki sem við gerðum ekki ráð fyrir og góðari í þjóðfélaginu skila borgarsjóði miklum tekjum eins og bara hefur alltaf gerst og ég held að við ættum að hafa það í huga áður en við förum að hæla sjálfum okkar á hvert reipi fyrir einhverja rekstrar snild eins og þessi árangur sem ásá hér hans tilkomið vegna þess að menn séu svo flinkir í rekstrinum. Auðvitað er það þannig að maður þarf ekkert að vera sérstaklega flinkur í rekstrinum til að skila góðri afkomu þegar aðals tekjustofnin, útvarpstekjurnar, eru 18% umfram það sem menn gerðu ráð fyrir. Það var auðvitað bara stór alvarlegt mál ef að borginni hefði verið skilað í halla með við þennan mikla tekjuauka. En svona liggur sem sagt í þessu og við þurfum átt okkur á því að við getum ekki vænt þess að fá slíkan tekjuauka ár eftir ár. Það staðið þannig að skattheimtan hér í borginni að útsvarið í hæstu hæðum, það ekki hægt að hækka útsvarið meira. Það var einu sinni hægt en undir stjórnu vinstrimanna þegar vinstrimenn tóku við völdum á borginni sínum tíma þá var útsvarið í svo kölluðu lágmarki, svo var það smám saman hækkað þangað til það komst upp í hámarkverða núna. Þannig að ef borginna vantar tekjur þá ekki lengur hægt að fara þá leið að hækka útsvarið
menn geta auðvitað fundið upp einhverja nýja skatta ef þeir geta ekki hækkað útsvari lengur og eiga erfitt með að hækka fasteignagjöldin. Vek athygli á því að fasteignagjöldin hafa hækkað mjög mikið hér í borginni. Lóðaskortstefnan eða stefna meirihlutans í húsnæðismálum hefur áður stóran þátt í þeirri hækkun á fasteignaverði sem hefur orðið í borginni og þessi hækkun fasteigna leiðir svo þetta til hækkunar á tekjum borgarinnar, fasteignasköttunum og fasteignagjöldunum. Það verður að hafa í huga, ég held að við getum ekki búist í því að fasteignaverði hækki endalaust og það skili borgarsjóði meiri tekjum og þá þurfa menn þurfa þá að minnst að sína meiri hugkvæmni ef þeir ætla að leggja meiri skatta á borgarbúa og mér heyrist borgarstjóri vera mjög iðinn við það og nefni þessi innviðagjöld, svokölluð innviðagjöld til sögunar. Það held ég að sé nýjasta hugmynd borgarstjóra. Fyrst hann getur ekki hækkað á skatta sem fyrir eru, þeir eru komin upp í topp, þá einfaldlega hugkvæmni notuð til þess að finna upp nýja skatta. Og ég held að við þurfum að eiga mjög góða umræðu það hér í borgarstjórn á næstu mánuðum með hvaða hætti borgarstjóri og borgarfulltrúar meirihlutans hyggja standa að þessari viðbótar skattlagningu á borgarbúa sem felst í þessum innviða sköttum og hvernig þeir eiga síðan koma niður. En það er alveg rétt athuga sem komið fram í blöðum að það er auðvitað viðbúið að slík viðbótar skattheimta getur skilað milljörðum í borgarsjóð. En svo er það hitt sjónarmiðið. Þurfum við endilega að auka skattana ár frá ári? Ég held ekki. Ég held að það sé betra að stjórna borginni þannig að halda skattheimtu hóflegri, leyfa fólki að halda eftir sem stærstum hluta af sjálfsaflafé sínu. Það er þannig á endanum að þeir fjármunir eru að minnstakosti jafnvel ef ekki betur komnir í höndum fólksins sjálfs sem getur þá ráðstafað þeim heldur inn í okkar höndum. Það þarf að minnstakosti að vera rík réttlæting fyrir því að við hækkum skatta og þurfum að rökstuða sérstaklega til hvað verkefni það er. Og það er alveg ljóst að eins og staðan er núna þá er of mikil sóun í borgarkerfinu og það er verið að gefa tóninum ný verkefni sem munu kosta 10 eða 100 milljarða króna sem borgarstjóra langar til að fara í. En við verum átt okkur á því að það verður ekki gert öðruvísi heldur en að taka peningana af fólkinu með einhverjum hætti, með einhverju skattheimtu og annarkvort á vegum borgarinnar eða ríkisins og við þurfum auðvitað að hafa það í huga að það bætir ekki málið mikið þó að við teljum okkur geta að vísa reikningum á ríkið. Við borgarbúar eru auðvitað tvöfaldir skattheimtur þeim skilningi að þeir borga bæði skatta til borgarinnar og ríkisins. Og við skulum líka hafa það í huga að það skeið sem við erum á núna, það er mjög hagstætt. Þrátt fyrir að yfirstandandi góðæri hafa eins varað nú í 4 ár, þá er það sennilega orðið eitt lengsta, ef ekki lengsta, samfellda góðæri Íslands sögunar og tekjur þjóðarbúsins hafa aldrei verið jafn miklar, það hafa aldrei verið jafn mikið til skiptana. En reynslan kennir okkur það að íslenska hagkerfið er mjög sveiflukennt og þráttur að velgangur því þá hefur komið sínar lægð eða jafnvel kreppa í kjölfarið og þegar við stöndum í slíkum sporum og við vitum það að eins og stóð í Biblíunni eftir 7 góðar koma 7 mögur ár, þetta skiptist á og hefur alltaf gert, að vandamálin verða til í góðærinu. Það er mikið tekjuinnstreymi í borgarsjóð núna og það gerir okkar vinnu að sjálfsögðu auðveldari en hún geti verið eða var áður. En höfum það líka huga að það leysir okkur ekki undan þeirri skyldu að reka borgina eins vel og við getum vegna þess að þegar það harðnar á dalnum þá sjáum við það að þau vandamál sem glíma við og kannski erfiðast að leysa þau urðu til vegna slaka á góðæris tímum.
Varðandi einstaka málaflokka þá sjáum við það að þeir eru margir innan þeirra marka sem voru sett í upphafi eða svona nálægt þeim. Við sjáum að íþrótta- og tómstundasvið erum 2,3% frá upphaflegri áætlun eða 155 milljónum króna. Það hafa verið gefnar, það eru ágætis skýringar til á því. Nú skóla- og frístundasvið, það er 8,4% frá upphaflegri áætlun eða það nefnir 3,3 milljörðum króna. Þetta er auðvitað há tala, hvort sem í krónum eða prósentum, en menn hafa eins að fara yfir þessi mál og maður tekur eftir þessari tölu sem er 8%, en það hafa eins að verið gefna skýringar á þessu og formaður skóla- og frístundaráðs Skúli Helgason borgarfulltrúi fór yfir þetta hér áðan og í nokkrum smáatriðum og ég held að þær skýringar, þær standast að mestu leyti fannst mér. Það var ýmislegt til að hnika til upphaflegri niðurstöðu. Við sjáum það að töluverðar launabreitingar urðu til dæmis í fyrra og þetta svið er mjög næmt fyrir launabreitingum eins og gefur að skilja. En hins vegar þá, borgarfulltrúinn kom líka inn á manneklu í leikskólum og frístund sem kom inn á hinna hliðina, sparnaðarhliðina og það er alveg rétt. Ég var hins vegar ekki alveg sammála borgarfulltrúnum hvernig hann túlkaði þetta með hagræðinguna. Við sjáum það að þetta frávik frá upphaflegri áætlun sem er á skóla- og frístundasviði sem má skýra nokkrum þáttum, launabreitingum sem taldi upp hér áðan. Það má líka skýra með því að það átti sér stað, það var gerð óraunhæf hagræðingarkrafa á þetta svið eins og við ræddum hér í fyrra. Margir skólastjórar sem hefðu árum eða áratugum saman rekið sína skóla réttum með núlið og oft erfiðar aðstæður, þeir einfaldlega gátu það ekki lengur og það var ljóst að þrátt fyrir viðvaranir þá hafði meirihlutinn hér á árinu 2016 höfðu sett óraunhæfa hagræðingu á ýmsa skóla og það kom bara þegar í ljós í upphafi ársins að það var vonlaust að fjárhagsáætlun gengi eftir. Skólastjórar þeir kölluðu eftir leiðbeiningum, þeir komu með spurningar og þeir kölluðu eftir svörum og óskunum það hvað þeir ættu að skera niður sem þeir eru að gera ef þeir ættu að ná að fylgja fjárhagsáætlun. Og það kom ekki svar og það var ljóst sumarið að það stendi mikinn halla á sviðinu að óbreyttu og þá einfaldlega bar auðvitað yfirstjórn borgarinnar skylda til þess að þegar þessi halli var orðin staðreynd mitt ár auðvitað að menn urðu að gera annaðhvort að viðurkenna hallan og koma með aukafjárveitingu til þess að fjármagna hann eða þá að grípa til aðgerða til þess að halda sviðinu innan fjárheimilda og það hefði auðvitað þýtt að skólaárið þarna haustið það hefði byrjað með gífurlegum niðurskurði og einhverjum ótrúlegum aðgerðum og sem hefðu samt varla nást af því eins og menn vita þá þetta eru stærstu hluti laun og það hefði verið erfitt að skera niður á þeim lið nema bara fara í einhverja gífurlega breyting á kerfinu. Nú, og í þessu andrúmslofti þá var þessi svokallaða innspýting gerð að þetta var kynnt eins og þetta var 900 milljónir í mannrétt og þetta var kynnt eins og var verið að setja nýja peningin í kerfið en að stærstum hluta var þetta bara viðurkenning á því að þetta var halli sem var orðin til, það var bara að vera að viðurkenna hallan, svo komu kannski 100-200 milljónir til viðbóta sem nýtt fyrir í nýja hluti. En þannig ég er ekki alveg sammála túlkurinn á þessu að þetta, ég tel að, og það kemur vel fram í þessum ársendingi, við sáum í þessar frávíkstölur, að sú hagræðingarkrafa sem var sett inn á skóla- og frístundasvið fyrir árið 2016, hún var óraunhæf. Og við sjáum það líka eins og formaðurinn gat að helmingur eða rúmlega helmingur skólana er ekki með halla samkvæmt þessum tölum, þá það sýnir að það er eitthvað
og ég held að þessar tölur sýni að það voru óraunhæfar kröfur gerðar á þessa skóla, á þess að ég ætla að túlka eitthvað hvert skóla fyrir sig, en þegar svona hátt hlutfall er ekki með halla, þá sjáum við það auðvitað er eitthvað að. Hins vegar vil ég hrósa mörguleyti bara þeirri vinnu sem á sér stað innan þessara sviða, bæði skóla- og frístundasviðs og íþrótta- og tómstundasviðs. Mér finnst þessi svona vinna sem á sér stað á sviðinu sjálfu, mér finnst hún fara batnandi og formaður ráðsins, skóla- og frístundaráðs, hann gerði grein fyrir þeirri vinnu með ákveðnum hætti og ég get alveg tekið til það. Þar hefur margt gott verið gert og þó vissulega þurfum við mætti sumstaðar að standa betur á málum. En það má oft rekja til pólitískra ákvarðana en ekki kannski ákvarðanir sem eru teknar á skrifstofu sviðsins. 429. Og í því sambandi vil ég fjalla lækkun leikskólagjalda sem nú yfirvofandi. Það vita það allir sem þekkja til skóla- og frístundamála í Reykjavík að þar er fjárvant. Húsnæði skóla er víða ábótavant, það hefur verið skortur á viðhald og endurbótum. Því sama má segja með leikskólalóðirnar. Við vitum að kjör starfsmann er ekkert sem hrópa húrra fyrir í sótgreiningu það hvernig á að vera hægt að fjölga leikskólarýmum í Reykjavík. Þá kemur það alltaf fyrst upp að fólk spyr hvernig ósköpunum ætli að manna stöðurnar. Ef á að fjölga leikskólarýmum, hvernig ósköpunum er að fá fólk til að vinna á þessum skólum. Og við vitum það að þegar aðbúnaður starfsfólks og launakjör eru ekki nægilega góð, þá þetta gengur illa ráð á þetta starfsfólk og það mun ekki hjálpa okkur neitt að lækka leikskólagjöld í þessu skyni. Ég fullyrði að margir foreldrar þeir vilja borga þessi leikskólagjöld sem eru nú innheimt og jafnvel meiri leikskólagjöld ef þeir hafa tryggingu fyrir því að þeir peningar renni til þess að styrkja leikskólana og gera þá betri og bæta kjör starfsfólksins. En meiri hlutin hér er á annarri leið með þetta. Ég held að það vanti og ég held að þessi ásetningur sýni það að reksturinn er ekki nógu góður hjá borginni. Hann mætti vera betri. Það er auðvitað kærkomið fyrir reikningin að fá miklar tekjur inn en hættan er svo að þá sofni menn á verðinum og hugsa að þeir séu slíkir rekstrarsnillingar að það þurfi ekki að gera meira, en það felst auðvitað engin rekstrarsnill í því að þegar við sjáum skatttekjurnar hækka svona gífurlega og ég held að borgarstjórn þurfi að gera sig í brók og vera með tíðari umræðu um rekstur hér í borginni á vegum Reykjavíkurborgar. Hann þarf að bæta og mér finnst almennt vera skortur á rekstrarhugsun. Við höfum oft rætt þessi mál. Til dæmis hvernig staðið að útboðum. Ég hef á tilfinninguna að þar mætti borgin standa sig miklu betur. Við höfum rætt hérna útboð á hráefniskaupum í borginni. Við getum minnst á sorphirðun aftur. Það veltir í fyrir sér, er ekki Reykjavíkurborg eina sveitarfélag á Íslandi sem ekki býður út sorphirðuna? Væri hægt að standa þarna betur að verki og síðast en ekki síst þurfum við að taka okkur verkefni sem er ekki lögbundin í eins miklu mæli og við gerum. Við sjáum borgarlínuna. Það er eitthvað risavaxið verkefni sem mun kosta milljarðatugi. Ég held að þetta muni kosta vel á annan 100 milljarðar króna ef það verður farið í þetta verkefni eins og borgarstjóri hefur talað og það er sennilega vegna þess að meirihlutin er einhvern veginn að fría sig ábyrgð af því að það er kvartað við því að almenningsvagnakerfið í borginni sé ekki nógu gott. Þá er talið duga að vísa til framtíðar að það sé eitthvað rosaleg vinna í gangi við að búa hér til nýtt kerfi sem eigi að vera alveg frábært. En þá má ég ekki gleyma að tala kostnaði við það. Ég á að minnsta kosti fyrir garðvert með að sjá fyrir mér að þær hugmyndir sem eru núna í loftinu borgarlínu, jafnvel sporvagnakerfi hérna þvert og endilega á höfuðborgarsvæðið, að þetta sé raunhæfur kostur miðað við það sem borgin og ríkið hefur úr að spila til þessara mála á næstu árum.
Nú, þetta tími hér sé á enda. Ég búinn að svona tapa á því helsta, en ég vil ítrykka það, við mögum ekki gleyma því að það er þessi mikli tekjuauki sem að koma borgarsjóði til góða, en við þurfum að hér þarf að eiga sér stað hreinskilnisleg umræða það hvernig hægt að bæta reksturinn á ýmsum sviðum til að nýta fé skattgreiðenda betur. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og borgarfulltrúi Greta Björg Egilsdóttir næst á mælendaskrá. Forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég vil nú bara byrja því að þakka starfsfólki borgarinnar fyrir sína ómældu vinnu eða færa okkur þennan ástræðing sem við erum að ræða hérna í dag. En það sem ég langar helst að fara yfir eru nokkrar tölur og staðreyndir sem að tengjast velferðssviði, þar sem að það stendur mér svona einna næst verandi fulltrúi á því sviði. Og ég vil bara byrja að segja að það er margt þar mjög vel gert og alveg vert að þakka starfsfólkinn þar fyrir sína vinnu. Og ársreikningur fyrir sviði heild lítur bara ágætlega út, en það eru nokkra punktar sem ég langar til þess að draga fram. Og það sem ég langar til þess að byrja á að fara yfir er stuðningsþjónustan. Stuðningsþjónustan er mjög viðkvæm þjónusta og getur skipt höfuðmáli í lífi þeirra einstaklinga sem að þiggja hana og til þess að þeir geti átt bara kostið að lifa sem innihaldsríkustu lífi eins og við þekkjum. Biðlistar eftir stuðningsþjónustunni eru enn að lengjast þrátt fyrir auka fjárveitingu inn í þann lið upp á 150 milljónir króna á síðasta ári til að fjölga starfsfólki og voru 562 einstaklingar á biðlista eftir slíkri þjónustu þann 1. mars síðastliðinn. Miðað við 455 einstaklinga 1. mars árað undan, það er 2016. Já, ég er að tala um 2017 og 2016, það er að aukast hjá okkur núna. Eða þarna er 20% aukning og einhverjir sem er á biðlistanum sem er að bíða eftir aukinni þjónustu miðað við það þjónustu sem þeir eru með nú þegar, en það eru þó ekki nema 78 einstaklingar og persónulega við sjálfsögum þá hélt ég að það væru fleiri. Velferðarráð hefur endurtekið kallað eftir skýringum á því hvernig á þessu getur staðið, af hverju að biðlistum það er ekki fækka biðlistum þrátt fyrir auka fjárveitingu. Og svörin er helst þau að það gangi erfilega að fá fólk til að sinna þessu störfum. Og auðvitað hefur staðan á vinnumarkaði lagast, en ég held að það liggi samt í augum uppi að við þurfum virkilega að fara í aðgerðir til þess að ná fleiri fólki í þessu störf og til dæmis með því að hækka launin, vegna þess að athygli okkar í ráðinu hefur vakin að því að Reykjavíkurborg sé að borga lægri laun heldur en nágrannasveitarfélögin fyrir þessi sömu störf og því eðlilega sækir fólk frekar þangað þar ef það hefur til dæmis 20.000 krónur meira í mánaðarlaun þá fer frekar að starfa við stuðningsþjónustu í Kópavogi heldur en Reykjavíkurborg, þannig að ég held að við þurfum að virkilega skoða þetta. Áfram stuðningsþjónustuna, að það var samþykkt síðasta ára að hækka greiðslu til stuðningsfjölskyldna eins og kom áðan fram í máli borgarfulltrúans Ylva Kristjánsdóttur og þetta meðal annars eftir miklu pressu frá okkur Framsóknarflugvellinum og okkur í minnihlutanum og telja ráðgjafarsviðsins að eftir auglýsingu nú í janúar hafi hækkunin skilað sér því að það er auðveldara að fá stuðningsfjölskyldur til starfa nú en áður og þess vegna er þessi algjörlega réttlætanlegt að við skoðum þessa aðferði í annarri stuðningsþjónustu. Einnig tel ég að það sem nauðsynlegt fyrir okkur ráðast einhvers konar auglýsingaherferð til þess að kynna þessi störf og eru reyndar ráðsmenn allir held ég sammála það þó sem við þurfum að fá til þess eitthvað utanaðkomandi aðila vegna þess að ef ég er ófaglar 28 ára gömul kona og er að leita mér að starfi og það er ekki fyrsta sem ég dettur í hug að fara inn á vefsíðu velferðarsviðs til þess að leita mér að lausum störfum sem dæmi. Svo er það stuðningsþjónustupotturinn. Í dag er hann skipt hlutfallslega milli þjónustumiðstöðvar og allir gangur á því hvernig að þjónustumiðstöðvarnar eru að nýta það fé sem þær hafa yfirráða. Sumar eru á pari, aðrar þurfa auki fé og einhverjir ekki alveg að nýta það fé sem það úthlutað. Og þess vegna velti ég hérna upp að hvort að það fé sem veitum í stuðningsþjónustuna eigi hreinlega ekki bara að vera miðlægt á velferðarsviði til þess að féð skili sér örugglega á þá staði þar sem að þessi þörf óháð því í hvaða hverfi og fólk býr og hvaða þjónustumiðstöðvar sækir.
Einnig langum aðeins að draga fram rekstrarniðurstöðu sviðsins og bundna liða, það fjárhagsaðstoðin á húsaleigubæturnar, en kostnaður vegna fjárhagsaðstoðar var 799 milljónir króna innan fjárheimilda sem verður að teljast ánægjuefni og notendum fækkaði 641 einstakling frá fyrri árið 17,4%. Einnig fækkaði þeim sem eru langtíma notendur fjárhagsaðstoðar, þar hafa þeir fjárhagsaðstoð í 6 mánuði eða lengur, 169 með við sama mánuði fyrra og það gleðiefni, en það hefur verið mikill uppgangur og vöxtur í samfélaginu undanfarnu og við sjáum það vel í því að atvinnuleysi nánast ekkert og við sjáum það einnig í þessum tölum. Og við sjáum það líka ef við förum að skoða húsaleigubæturnar, en almennilega húsaleigubætur voru 272 milljónum króna innan heimilda og sérstakar húsaleigubætur 62 milljónum króna innan heimilda og sérstakar húsaleigubætur þar sem notendur voru í félagslegu húsnæði voru 29 milljónum króna innan heimilda. Þegar við tökum þessar tölur saman, skoðum þær saman, þá sjáum við rekstrarniðurstaða bundinna liða er svo að þeir eru 937 milljónum króna innan fjárheimilda eða 22%. Sem hlýtur að hafa sitt að segja rekstrarniðurstöðu sviðsins í heild. En sé rekstrarniðurstaða sviðsins skoðuð, sjáum við að hún er 612 milljónum króna innan heimilda sem skýrist augljóslega af samdrætti í bundnum liðum og batnandi ytri aðstæðum samfélagsins og bættum haga borgarbúa sem ánægjulegt en ekki af hreinni rekstrarsnilld og hagræðingu. Frávik í reglubundnu rekstri sviðsins, það án bundinna liða, skýrður meðal annars með vistunarkostnaði barna með þroska og geðraskanir sem fór 252 milljónir króna fram úr fjárheimildum. Og ef við skoðum ársreikningin 2015 á sviðinu, þá er sama útskýring þar fyrir framúrkeyrslu án bundinna liða, það að þessi vistunarkostnaður barna með þroska og geðraskanir sem hafi farið 242 milljónir króna fram úr fjárheimildum. Ég gerir mig fullkomlega grein fyrir því að borgin búin að vera að reyna að sækja fé til ríkisins vegna þessa málaflokks, en það hefur, samkvæmt þeim upplýsingum sem ég fékk í morgun frá sviðinu, þá hefur það ekki gengið og við vitum að þetta getur verið erfitt við að eiga, en það sem ég velti fyrir mér, af hverju var ekki gert ráð fyrir þessi kostnaðarleið milli áranna 2015 og 2016, þegar við vitum að vandamálið ekkert að hverfa, þessi börn ekki að fara neitt. Og einnig fekk ég upplýsingar að það ekki gert ráð fyrir fjárheimild á velferðarsviði vegna þessa málaflokks fyrir árið 2018 og þá einungis 150 milljónum króna. Borgin reiknar svo með að fá 240 milljónum króna frá ríkinu á þessu ári vegna þessar barna og ég vona svo sannarlega að svo verði, en það er bara frábært. Þannig að það að gera krossleggja fingur. Ég svo bara að leggja áherslu á það að fyrir okkur í Framsóknarflugvellinum að þá eru velferðarmálin einn mikilvægasti málaflokkurinn sem að borgin sinnir og þjónustan getur skipt sköpum þegar kemur að lífsgæðum þeirra einstaklinga sem hana þiggja. Og margt vel gert, eins og áður sagði, og allir að leggja sitt að mörkum, en betur má ef duga skal, eins og við sjáum á þessum miklu biðlistum sem blasa við okkur bæði í stuðningsþjónustu, svo ekki sé nú talað biðlistana eftir félagsleg húsnæði, sem að sífellt eykst og húsnæðisvandi í borginni að verða miklum bráðavanda. Takk. Gréti Björg Egilsdóttir borgarfulltrúi lóki máli sínu og næst tekur til máls Elsa Jómann borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla að renna í stuttu máli yfir rekstrarniðurstöðu sem snýr að menningunni og ferðamálunum fyrir árið 2016 en ramminn okkar var 4,2 eða tæplega 4,3 milljarður og rekstrarniðurstaða sviðsins hún var 4 milljarðar og 200 milljónum sem var 93 milljónir eða 2,2% undir fjárheimildum tímabilsins. Og í heildinni voru allar stofnanir sviðsins og yfirstjórn undir fjárheimildum. Og tekjur ársins, þær voru 447 milljón krónur
sem var 58 milljón krónum eða 15% yfir áætlun. Tekjurnar í heild sinni vegna aðgangseyris voru 41,3 milljónir yfir áætlun eða 26%. En öll söfnin, þau innheimta aðgangseyri, voru yfir tekjumarkmið tímabilsins og stýrist það meðal annars af markaðssókn sem náði til aukins fjölda erlenda ferðamanna. Og ég ætla að gera svona stuttlegt yfirlit yfir stofnanirnar hverja fyrir sig. En Borgarsögusafnið, það var með tæplega 36 milljón krónur eða rúm 20% hækkun á tekjunum umfram áætlun og það skýrist að mestu vegna 30 milljón króna hærri tekna af aðgangseyri auk þess að tekjur af styrkjum og öðrum sértekjum voru 6 milljónir yfir áætlun. Og Listasafnið, það var yfir tekjuáætlun 15 milljón krónur eða rúmlega 14% og þar voru 10,3 milljónir vegna aðgangseyris og aukning var einni í sértekjum. Og Borgarbókasafnið, þar voru þau á pari á tímabilinu en tekjur af skírteinunum og sektum voru 4,8 milljónir undir áætlun en 3 milljón króna styrkur sem ekki var á áætlun og aukning tekna vegna húsalegu og Artoteksins vógu upp á móti tekjutapinu. Og Höfuðborgarstofa, hún var 4 milljón krónur yfir áætlun eða tæp 8% og það skýrist helst vegna aukna tekjur af upplýsingamiðstöðinni og gestakortinu. Og þau hjá Bókmenntaborginni, það var afgangur af styrkjum frá Icelandair út á Gröndalshúsinu og erlendum styrkjum. Það var 10,4 milljónir sem ekki voru á áætlun og voru færðar yfir árið 2017 vegna seinkunar á framkvæmdum. Og þá það laun og launatengd gjöld. Þau voru 1.211 milljónir sem var 29 milljónir eða 2,4% undir fjárheimildum. Borgarsögusafn var 6 milljón krónum yfir fjárheimildum tímabilsins eða 2,3% sem skýrist að mestu af auka vöktum og afleysingum vegna aukins fjölda gesta og loka uppgjöri starfsmanna sem ekki var í þessari áætlun. Borgarbókasafnið var 26 milljón krónur eða 4,6% undir fjárheimildum á launaliðnum og töluverð starfsmannavelta hefur verið þar á árinu og ekki var ráðið strax í allar stöður sem losnuðu til að vega upp á móti því tekjutapi og auknum kostnaði. Höfuðborgarstofa var 15 milljón krónum undir fjárheimildum sem rekja má til stöðugilda sem voru ósetin hluta af tímabilinu. Þá það annar rekstrakostnaður. Hann var 3,4 milljón krónum og var 6 milljón krónum eða 0,2% undir fjárheimildum ársins. Nú framlög til Hörpu voru 28 milljón krónum undir fjárheimildum og þá styrki til leikfélagsins voru undir 7,6 milljón krónum og innri leiga var í heild undir tæp 6 milljón krónur. En vísitala ársins var lægri en forsendur gerðu ráð fyrir. Stofnanir sviðsins voru allar yfir áætlun í rekstrakostnaði og var því mætt með auknum tekjum og styrkjum í sumum tilfellum með sparnaði í launakostnaði. Nú eins og önnur svið borgarinnar, þá var hagræðingarkrafa á sviðinu eins og hjá öðrum
og hún var 72 milljónir rúmlega, tæplega 73 miljón krónur og skiptist sú krafa þannig niður að það eru 65 milljónir sem fóru í mínusauðst af stöðugildi og skrifstofu, sameiginlegt og ófyrirséð tæplega 5 milljónir, nýmiðlun 5 milljónir, aðgerðir í menningarstefnu og barnamenningu 5 milljónir, aðgerðir í ferðamálastefnu 15 milljónir, styrkjapottur 12 milljónir, hækkun á tekjum út á aðgangseyri 2,5 og allar þessar aðgerðir sem ég hef talið upp hafa náðst. Það var einnig, svo er ein aðgerðin sem safnbúðirnir, það var hækkun á framleiðinni, það var eina aðgerðin sem ekki náðist en ekki náðu við, ætluðum að vera með 5 milljónir en náðum 72% af því markmiði, þannig að það er eina aðgerðin sem við náðum ekki 100%. Og svo var dregið úr sýningu og viðburðum vegna hátíða sem voru 5 milljónir og svo dregið saman í launakostnaði tæplega 12 milljónir. Og í heildina eru þetta 72, tæplega 73 milljónir og erum við bara nokkuð ánægð með þann árangur að hafa náð þessu fram. Þannig að í heildina letið þá erum við bara tiltölulega lukkuleg með þessar rekstrarniðurstöðu, ekki mikil frávik frá ramma og frá raun, þar sem útreikningar segja til En ég held að með nákvæmri áætlun og aðhaldi raunsæi og ekki síst með góðri yfirstjórn, þá eru líkurnar á að markmiðin náist, þá aukast þær líkur til muna. Svo spillir ekki fyrir að hafa öfluga fyrstu Freyju sér við hlið sem á einstaklega faglegt starfsfólk á sviðinu og á fjármálaskrifstofu sem að allt sem eitt hefur það sama markmið að láta verkefni ganga upp þó jú stundum geta ytri áhrif spilað inn í og fá þau öll mínar bestu þakkir fyrir vel unnin störf. En ástandi er aldrei svo slæmt að það geti ekki verið helmingi verra og ástandi er heldur aldrei svo gott að það geti ekki verið helmingi betra. Bara svona smá vangaveltur, svo segi takk fyrir og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Það er Elsa Jóman borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Forseti, elskulegu borgarfulltrúar, ég ætlaði að fá að taka undir fagnaðar óskir eða gleði óp er með þannan ársreikning. Þannig er auðvitað mikið fagnaðarefni fyrir Reykvíkinga sem eiga þessa borg saman. Að reksturinn gengur vel og við erum á réttri leið. Við þurfum auðvitað áfram að vanda okkur en við erum ung borg sem er að vaxa og við erum að taka margar skemmtilegar ákvarðanir en mér finnst svona bæði í ársreikningum og líka bara svona á götum úti sjást þess merki að við erum á réttri leið. Mér finnst mjög jákvætt þar sem að borgarfulltrúi Halldór Auðar Svansson fór vel yfir áðan leiðir sem hafa verið þróaðar á þessu kjörtímabili enn frekar í því að auðvelda borgarbúum að koma með beinum hætti að ákvarðanatöku. Ég held að það sé eitthvað sem við munum þróa áfram og ég efast ekki að það verður meiri krafa í framtíðinum það að fólk fá að koma meira með beinum hætti að ákvarðanatöku þó við fulltrúar borgarbúar reynum auðvitað að standa okkur vel þá er það alltaf skemmtilegt að hitt tekst vel til og þess vegna var líka mjög jákvætt þegar gögnin voru opnuð. Ég veit að það er kannski ekki stór hluti borgarbúar sem á eftir að liggja inn á síðunni opingögn.is og skoða þau í kjölinn en það er engu að síður mögulegt fyrir þá sem hafa áhuga og kannski eykur þetta áhuga borgarbúa einmitt á fjármálum borgarinnar. Það sem ég kannski væri til í að við ræddum meira í tengsli við ársreikning er kynjafjárhags
áætlun. Hún er í rauninni ekkert mjög sýnileg þegar við erum að afgreiða ársreikning eða fjárhagsáætlanir og ég er svona velt, kannski eitthvað sem við getum velt fyrir okkur með stýrihópnum fyrir næsta ár, hvort að það sé eitthvað sem er ástæða til þess að lyfta á þessum punkti, hvernig það hefur nýst okkur við gerð áætlana og hvernig þær áætlanir hafa síðan staðist. En mér finnst bara ástæða til þess að taka undir þakkir til starfsmanna borgarinnar. Það var auðvitað erfitt ár, það er erfitt að skera niður, það er erfitt að hagræða, það er erfitt að breyta, en það er oft betra þegar það er búið og ég held að öllum hafi tekist vel, flest allir hafi fundið fyrir þessu og þurft að leggja eitthvað að mörkum og fyrir það má þakka. Mér langar líka að þakka starfsmönnum á fjármálasviði sérstaklega fyrir þolinmæði og góðar upplýsingar til okkar fulltrúa íbúa sem erum hér í borgarstjórn, því að við spyrjum oft kannski ekki gáfulegustu spurningana, en ég hef aldrei fundið annað en að það sé fullur vilji til þess að fræða okkur og hjálpa til þess að skilja þetta allt saman. Þar sem að formaður mannréttindaráðs er ekki hér, þá langaði maður að nefna þar sem ég stýri einni nefnd sem er á mannréttindaskrifstofunni, að ástæða þess að hún skilar afgangi er ekki svo að þar sé ekki næg verkefni eða þar sé ekki nóg að gera, heldur er það að styrkir sem ætlaðir voru til stuðnings mannréttindastarfs út í samfélaginu gengu ekki allir út. Það er hins vegar næg verkefni og kannski meir en það og til dæmis ofbeldisvarnarnefndin sem ég stýri hefur oft í mörgu að snúast og mér finnst hún mikilvæg og hún tengir saman ofbeldisforvarnir bæði innan borgar og bara almennt í borginni. Og ég mun leggja það til fyrir næstu fjárhagsáætlun að við reynum að styrkja hennar starf enn frekar. Það sem við erum með mörg verkefni sem við viljum gjarnan ráðast í. Þar á meðal þetta Safe Cities verkefni, Nordic Safe Cities verkefni, en líka viljum við beina athygli okkar meira að börnum og öldruðum og fleiri hópum sem hefur meðal annars komið í ljós í gegnum saman gegn ofbeldi verkefni að þarf að beina sjónum okkar enn frekar að. Síðan er ég í Strætó og mér langaði að nýta þetta tækifæri til að bjóða alla hjartanlega velkomna á ársfund Strætó sem er á föstudaginn. Þar munum við fara bara mjög nákvæmlega í gegnum ársskýrslu og reikninga Strætó og ásamt því að segja ykkur frá svona ýmsu sem er í spennandi á þeim vettvangi. Við höfum verið að breyta markaðsmálunum mikið, ég efast ekki að þið hafi tekið eftir því. Við höfum líka verið að velta mikið fyrir okkur borgarlínu og hvaða áhrif það mun hafa á Strætó. Munu auðvitað hjálpa okkur að ná markmiðum okkur vonandi aukin fjölda fólk sem nýtir sér almenningssamgöngur. En við höfum líka verið að velta mikið fyrir okkur og stjórnin hefur kannski lagt á það áherslu síðustu mánuði, hefur við lagt áherslu á umhverfismál og þjónustu og það verður sýnilegt á ársfundinum. Og við munum meðal annars kynna þar sviðsmyndagreiningu á hvernig við getum fjárfest í orkuskiptum í Strætó og það er eitt af því sem að mér hefur fundist mjög mikilvægt að við einhvern veginn drögum ekki lengur. Á síðasta ári fór fram rekstrargreining á vegum samtaka sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sem skilaði okkur góðum tillögum sem voru nýttar til hagræðingar og stjórn og stjórnendur Strætó náðu að lækka rekstrarkostnað 250 milljónir auk þess sem við skiljum 180 milljónum í afgang sem er bara mjög fínt. Farþegum í Strætó fjölgaði, nú ferðast 45.000 manns á hverjum degi með Strætó og við förum 11 milljón ferðir á ári en við höfum það markmið að 2040 verði allavega 12% allra ferða á höfuðborgarsvæðinu farnar með almenningssamgöngum og þá gætu við verið að tala 40 milljónir ferða á ári hverju. Þannig að þið sjáum við þurfum að stækka og eflast og þess vegna er borgarlínan mikilvæg. Við höfum verið að leggja áherslu á þjónustuna og á síðasta fundi okkar þá samþykktum við þjónustustefnu fyrir Strætó sem var unnin með starfsfólki og í ákveðnu samvinnu við farþega þó að það sé eitthvað sem við viljum efla enn frekar. Við höfum einmitt lagt á það áherslu að Strætó sé fyrir alla og við viljum svona lyfta því upp og fólk finni, eigendur Strætó finni að þegar þeir koma inn í Strætóin sinn að þá séu þeir velkomnir og okkur sé umhugað að þeir séu öryggir og komist á leiðarenda helst á réttum tíma. Við munum síðan innlega þessa þjónustukönnun í allri starfsemi Strætó smám saman og þá verða sett
mismunandi markmið eftir því hvar við á. Við gerðum þjónustukönnun meðal notenda ferðaþjónustu fatlara einmitt til þess að geta nýtt í að bæta þann þátt þjónustuna sem að við berum ábyrgð á, en ákváðum líka að senda hana til allra sveitarfélaga til umfjöllunar þar sem að það styttist í næsta útboð og sveitarfélögin geta sammælst það að breyta kröfum eða þjónustustigi. Og mikið af þeim sem kom fram í þessari þjónustukönnun var í rauninni eitthvað sem að kannski beinist meira að ákvörðunum sveitarfélagana heldur en akkurat framkvæmd þjónustunar sem liggur hjá Strætó. Þó að þar megi vissulega margt bæta eins og símsvörun og annað slíkt. Á síðasta ári þá innleiddu við mánaðakort, árskort og fleira í Strætó appið og mér fannst einmitt mjög skemmtilegt á velferðarfundinum síðast þegar við vorum að fengum kynningu á Smart Cities. Það tók hann þetta sem eitt af dæmum Smart City lausnir sem þegar væru komnar í framkvæmd hjá Reykjavíkurborg. Appið er auðvitað mjög mikilvægt, það hefur í rauninni fjölgað notendum. Við keyptum talningakerfi í vagna, þannig að nú getum við smám saman í fleiri og fleiri tilfellum, það er ekki komið í alla vagna, en við getum fylgst með fjölda innstiga og fjölda útstiga og í raun tíma núna. Og við hefum ákveðið að fjárfesta í fleiri slíkum talningabúnaði eða í fleiri vagna á þessu ári. Það sem að þessar upplýsingar eru mjög dýrmætar fyrir sveitarfélögin og fyrir Strætó þegar við erum að skipuleggja hvar við eigum að stoppa og hvar línunar eiga að liggja. Og við bættum við heimasíðun okkar, þannig þetta er allt svona eitthvað sem er auðvitað svona þjónustumiðað og ef þið hafi ekki öll farin á heimasíðu Strætó þá hvet ég ykkur til þess að gera það. Við erum auðvitað með grænt bókhald sem hægt er að kynna sér á heimasíðunni. Við höfum ákveðið að sækja styrk til þess að taka þetta í notkun vetnisvagn. Ég veit nú ekki hvort við fáum hann og við hefum svo sem ekkert, ég veit ekki eins og alveg hvenær það kemur í ljós, en við allan vildum sýna það að við værum ekki bara endilega að horfa á rafmagn, heldur við værum opin fyrir öðrum lausnum. Við höfum líka fengið bréf og áhuga á því að við þróum frekar notkun á metanvögnum og það er eitthvað sem að mér finnst bara líka mjög jákvætt og við munum skoða bara í samstarfi við Sorpu og fleiri aðila hvaða leiðir eru bestar og kannski er best einmitt að vera ekki bara með einn orkugjafa heldur vera með fleiri en keyra samt á það að við förum í þessi orkuskipti. Og til dæmis bara þessir 4 vagnar sem við erum að fara að taka í notkun í sumar sem þeir sjáuð í reikningunum að við keyptum, þeir munu minnka losun gróðurhúsalofttegunda á höfuðborgarsvæðinu 500 tonn á ári. En það munar alveg hvern vagn sem við skiptum út í þessu. En við viljum ekki bara umhverfisvæn, við viljum líka vera ábyrg og við undirritum festu samkomulagið það að við ætlum að skuldbundum okkur til að ganga vel náttúruna og tryggja öryggi gesta og koma vel fram við þá og starfsmenn okkar og munum vinna því áfram. Þannig að þetta er svona helsta með Strætó. Ég einhvern veginn ákvað að vera ekki að kannski lesa upp frá tölur. Þið eru með ársreikninginn framan ykkur. Ef það er einhverja spurningar þá bara spyrjið mig. Við höfum ekki tekið neinn í langtíma lán og við sjáum fram á að geta greitt skuldir á næstu 1 til 2 árum. Og ég myndi segja að fyrirtæki væri bara nokkuð vel statt en þarf að fara í fjárfestingar og til þess að endurnýja vagna og í orkuskipti. Að síðustu, það langaði mig bara að segja í framhaldi af því sem að ræðu Grétu Bjargar Egilsdóttur að því það sem henni var tíðrætt stuðningsþjónustu að það er algjör samhugur það í velferðarráði að þetta er eitthvað sem við viljum skoða og síðasta fundi velferðarráðs það bókuðu þeim í þá átt að við fólum velferðarsvið að taka saman upplýsinga laun og samanburð á launum á höfuðborgarsvæðinu, áhrif þess að breyta reglunum þannig að við getum greitt í rauninni fólki með beingreiðslusamningum fyrir þessa þjónustu þannig að fólk sé ekki endilega starfsmenn Reykjavíkurborgar og við báðum að þeir myndu skoða ef við myndum fella niður lágmarksfjölda klukkustunda og taka saman tölfræðilega upplýsingur hvert hópurinn er og einnig líka upplýsingar það
af því við bættum 150 milljón krónum inn í ramman 2016 sem ennþá inn í rammanum núna 2017 og við viljum einhvern veginn vita hvernig sá peningur nýttist og ef hann nýttist ekki þarna því við sjáum að ennþá biðlisti þá finnst okkur og við þurfum að gera breytingar og ég held að meirihluti og minnihluti séu algjörlega samstæða í þessu efni. Þannig að við bara vinnum saman í því að bæta stuðningsþjónustu og auka vellíðan fólks í Reykjavík. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans. Þess Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir borgarfulltrúi. Frú forseti, borgarstjóri, ágæta borgarstjórn. Ég þakka borgarfulltrúi Heiðu Björg Hilmisdóttir fyrir góða yfirferð. Það var eitt sem að vakti athygli mína og ástæðan fyrir því ég kem upp að hún talaði að það var ýmislegt sem mætti betur farað eða tengdi strætó og þá sérstaklega varðandi símaverið eða símsvöruna. Mig langar að spyrja mér minna þessi rétt farið með í janúar 2015 þá lögðu fram svona flugvöllvinni fram tillögu hringingar í þjónustuverið tengdist ferðarþjónustu fatlaðra gert gjaldfrjálst. Við höfum ekki fengið, ég veit að þetta var tekið til umfjöllunar og beint til stjórnar strætó og taka þetta til mál til umfjöllunar og síðan fór það einhvert annað. Þannig að kannski ef borgarfulltrúi getur komið upp og gefa eitthvað smá skýring á stöðu málsins. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og andsvari svara Heiða Björg Hilmisdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti og kæru borgarfulltrúar, takk fyrir þessa spurningu. Þetta rétt, þessi var beint til stjórnar strætó en var vísað til samráðsvettvangs félagsmálastjóra í Reykjavík sem að taka í rauninni ákvörðun þetta þar sem að þetta hefði kostað tölvera peninga, nú man ég ekki alveg nákvæmlega hversu margar krónur var verið að tala en það var umtalsvert. Vandamáli við þetta í rauninni að það eitt símanúmer fyrir strætó sem að það ekki sér símanúmer fyrir ferðaþjónustuna. Símaþjónustu fyrir strætó þjónustar líka strætó sem fer landsbyggðina. Það í rauninni verkefni sem strætó með fyrir landshlutasamtökin og okkur fannst kannski ekki rétt að við værum að greiða fyrir þau samtöl en þetta má auðvitað alltaf skoða áfram og við höfum reyndar velti fyrir okkur hvort það væri betra að vera með sér símanúmer fyrir ferðaþjónustuna þar sem að það eru símtöl sem við verðum alltaf að svara en hinir ættu í flest öllum tilfellum að geta fundið þær upplýsingar sem þeir eru að biðja á heimasíðu strætó eða í appinu. En það hefur svo sem ekki verið ákveðið, en ef það verður ákveðið þá mætti svo sem taka upp þessar pælingar aftur með hvort að þjónustan eigi að vera gjaldfrjáls. En við hins vegar vöktum þetta og höfum sett okkur markmið að minnstakosti 85% svörun í þjónustuverinu og höfum bætt í þar einmitt með það markmiði að spara fyrir sveitarfélögin því að okkar tilfinning var svo að ef að þjónustan ekki góð þar og fólk getur ekki hringt inn til að afpanta ferðir að þá verði séu farnar ferðir í óþörfi. Þannig að þetta skiptir líka miklu máli og kannski þetta bara mjög góð fjárfesting að vera með gott símaver. Það Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að svara andsvari og andsvörum telst lokið og einnig þessari lotu þá næst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti og borgarfulltrúar. Mér langar nú að taka undir þakkir til allra þeirra starfsmanna sem hafa staðið í ströngu á árinu 2016 og held að þeir hafi náð ágætis árangri í hagræðingu til dæmis sem ég langar að líka lýsa ánægju minni yfir að hve margir hafa í raun fjallað hér í máli sínu. Vegna þess að mér hefur fundist vanta gegnsæi á það í ársreikningnum sjálfum vegna þess að þetta var nú dálítið lykilatriði
í allri umfjöllun hann að það hagræðingartillögurnar voru algjörlega óútfærðar í fjárhagsáætluninni fyrst þegar hún var samþykkt í desember 2015 og við gagnrýndum það harðlega minnihlutinn. Við þessu var brugðist og fram kom meirihlutinn með tilgreindar og niðurgreindar hagræðingartillögur og lagði þær fram í febrúar 2016 og þær samþykktar. Og mér hefði fundist mjög vel við hæfi að þeim væri fylgt þannig að við getum séð nákvæmlega hvernig þær voru að takast til. Og mér fannst ekki hægt að lesa þetta út úr ársreikningnum. Hins vegar veit ég að þetta kom ágætlega fram í, ég held að það hefur verið 3 mánaða uppgjörinu 2016, en svo ekki áfram út árið og ég saknaði þess mjög. Því ég held að sé mjög mikilvægt að við fylgjumst annars vegar með hvort að meirhlutinn að ná þeirri hagræðingu sem að leggur til og fær samþykkt. Og svo þarf við auðvitað að fylgjast með bara hvernig reksturinn gengur og hvernig þróunin og skuldaþróunin og allt annað sem kannski síður vegna nákvæmlega strauma og stefna í þessum sal eða þeirra aðgerða sem beinlínis koma frá kjörnum fulltrúum. En ég fór nú yfir þessa hagræðingu eins og fleiri hafi gert, langar mig að fara aðeins yfir það að hverju ég komst. Ég lagði nú fram fyrirspurnir fyrir sviðin til að fá úr því skori hvort það hefði tekist að hagræða einstaka liði og fekk sömu svara öðru ekki. Auðvitað gaf ég lítinn tíma og álasa ekki því starfsfólki sem ég sendi tölvupóstinn því það kemur þá bara seinna og við eigum þau samskipti seinna. En eins og menn muna kannski þá átti að hagræða 1780 milljónir á árinu plús hagræðingu sem átti að eiga sér stað hjá Eignasjóði. Þetta allavega kemur fram í fréttatilkynningu sem hangir inn á Reykjavíkurborg og síðan í febrúar. Þegar ég tek þetta allt saman þá vantar dálítið upp á hagræðinguna en hún samt að nást 87% af þessum 1780 milljónum. Svo get ég ekki séð að hagræðing hafi orðið hjá Eignasjóði eins og til stóð og þar sé hún aðeins brot af því sem áætlað var. Þið leiðréttið mig ef að þið sjáu eitthvað annað út úr þessum tölum. Mér finnst mjög athyglisvert að sjá skýringarnar á því hvaða sem næst ekki. Og sumt af því minnir mann á marga umræðu sem við höfum átt í þessu sal eins og til dæmis hvað langtímaveikindi varðar. En í ljós kemur að bæði skóla- og frístundasvið og íþrótta- og tómstundasvið hafa verið að glíma við mikil langtímaveikindi og kostnað vegna þeirra, fengi viðbætur inn í ramman eða það hefur ekki tekist að ná hagræðingu sem einhverju nam vegna þessa kostnaðar. Eða vanáætlanir eða hvernig sem maður vill tala um það. Ég saknaðist líka að sjá þetta ekki hjá öðrum sviðum. Ég veit ekki hvort ég sé það ekki að þetta ekki til staðar eða hvort það búið að kalla þetta einhverjum öðrum nöfnum. Vegna þess að ég á ekki von á því að kostnaður vegna langtíma veikinda sé ekki lengur til staðar eins og hjá velferðarsviði. Ég trúi því ekki. Og ég get ekki rakið það í gegnum reikningana hvað hefur gerst í millitíðinni. Ég sé ekki hvort að áætlunin öðruvísi eða hvað. Hér áttum við skarpar umræðum þetta fyrir mörgum mánuðum síðan, ég held að séu meira að segja 2 ár. Þá var málinu stungið inn í einhvers konar hóp sem átti að fara í einhverja heilsueflingu og eitthvað slíkt og út úr því að koma bara miklu betri árangur. Þannig að ég held að ég hafi rétt fyrir mér að leyfa mér að efast um það að það hafi tekist og tel þá þörf á því að við tökum upp það mál að skoða hvernig hefur tiltekist hjá meirihlutanum á þessu kjörtímabili að fást við þetta. Við á sínum tíma höfðum miklar áhyggjur á því að starfsfólk byggi ekki við góð skilyrði
og fengu það svo sem staðfest og vildi láta skoða það, en svo hefur maður eiginlega ekkert séð. Maður hefur ekkert séð sem staðfestir vinnuna í það átt sem lögð var til þá, né að nokkur árangur hafi náðst. Það var nú búið að fara hér yfir allskyns liðir sem að svo sem ekkert gagnrýni verðir, eins og til dæmis flutningur fjármagnsmilli ásins 2015 og 2016 í atvinnumálum fatlaðra og eitthvað slíkt sem kannski bara ófyrirséð og algjörlega eðlilegt að sé hægt að afskrifa sem hagræðingur sem ekki náist. Allavega ég ekki að fara að gera mál úr því. Hins vegar finnst mér vanta líka umræðu þá yfirskrift sem var einkenndi svolítið framlagningu ársreikningsins og hagræðingartillagnanna sem að lutu að sjálfbærni rekstursins. Hvernig við þurftum að hafa okkur og hvernig við þurftum að forgangsraða til þess að hann yrði að veruleika. Mér finnst þetta ekki nógu skýrt. Svo langar mig til að fara nú aðeins í gegnum það sem að mér finnst fráleitt, og það að Reykjavíkurborg hafi getað dregið pennastrik yfir kaup- og þjónustukönnun sem gerð var meðal 19 stærstu sveitarfélagana á hverju ári og gaf ágætismynd það hvernig Reykjavíkurborg stendur meðal þessara sveitarfélaga. Þessi könnun var keypt árlega af Capacent, ég veit nú ekki frá hvaða ári, en þá áttu við góða sögu. Nú var það svo að niðurstaðan var meirihlutanum í Reykjavík árið 2015 algjörlega óbærileg og þá var ákveðið að hætta kaupum á þessari þjónustukönnun og í staðinn búa til einhverja aðra kannanir sem ég tel að gefi okkur ekki þar sem við þurfum í sama burði við aðra. Svo ég rifji nú aðeins upp hvað þjónustukönnun fjallaði, en þá var það svo að það var spurt bara á heildina litið hversu ánægður eða óánægður ertu með sveitarfélagi sem stað til að búa á, og þar var Reykjavíkurborg í 15. til 17. sæti af 19 stærstu sveitarfélögum landsins. Þegar spurt var hversu ánægður eða óánægður þú ert með skipulagsmál almennt í sveitarfélaginu, þá var Reykjavíkurborg í 18. sæti af 19 stærstu sveitarfélögunum. Þegar spurt var hversu ánægður eða óánægður þú ert með gæði umhverfisins í nágrenni við heimilið þitt, þá var Reykjavíkurborg í 19. sæti. Reykjavíkurborg var í 16. til 17. sæti hvað varðar sorphirðuna, hún var í 19. sæti hvað varðar þjónustu grunnskóla, hún var í 19. sæti hvað varðar þjónustu leikskóla, 19. sæti hvað varðar íþróttirnar, hún var í 19. sæti hvað varðar þjónustu við eldri borgara í sveitarfélaginu og nánar með miklu lægri viðhorfseinkunn heldur en önnur sveitarfélög. Eins var með fatlaða, borgin var í 19. sæti og þetta fannst meirihlutanum erfitt að rökstyðja og vildu meina að fólk sem sagt eins og fram hefur komið í máli borgarfulltrúa hér framan af einhverja, ég maður getur ekki talað upp, en að þetta hafi verið ósanngjörn gagnrýni og fólk sem svaraði könnuninni hafi bara ekki þekkt inn á þjónustuna. Undir það nú bara engan veginn hægt að taka, vegna þess að þetta er auðvitað einn afkimi af því að mæla hvernig borgin að standa sig. Nú það svo að viðhorf geta spáð fyrir viðbrögð. Ef að fólk hefur sterkt viðhorf til einhvers, þá mjög líklegt að viðkomandi sýni þannig viðbrögð við málefninu eða hlutnum. Og sko, til dæmis, ef að það val að taka mismunandi þjónustur, þá ræður viðhorf dálítið miklu hvort ég vel það eða ekki. Þannig að þetta skiptir bara verulegu máli í samhenginu öllu.
Það getur vel verið að sé tilfinningalegt mat að ræða og það byggja ekki endilega á þekkingu, en þá ræðst það líka af einhverju fræðslu sem fólk hefur ekki fengið eða einhverju vankynningu á þjónustunni í Reykjavík. Og ég held að það sé líka gríðarlega mikilvægt að gera sér grein fyrir því að ef kynningin er ekki nógu góð, þá getur vel verið að viðhorfið mælist verra en það þarf að mælast. Manni finnst einhvern veginn alveg stór skrítið að meiri hlutunum í Reykjavík hafi bara komist upp með að gera þetta. Mér finnst þess að borgarbúar verði að rifja upp þetta mál og skoða það betur. Því að ég tek ekki undir þau orð sem að veri viðhorf hér um ómarktæki og hversu lítils virði þessi könnun er. Hún er það ekki, hún mælir ákveðna hluti í samanburði við önnur sveitarfélög. Hún segir okkur á eitthvað sé að og þá er bara hægt að vinna með það í stað þess að fela það og í raun og veru beita þöggun og bara þagga málefnið í hel. Það er nú því miður bara það sem hefur gerst. Mér langar að halda aðeins áfram hér því að þegar maður fer að skoða borgarstjóri Dag Bjarkison vitnaði áðan í ársbók Sambands sveitarfélaga og meðal annars þá tölur sem að fara væntanlega þangað inn fyrir árið 2016, en það er ofboðslega fróðlegt að skoða þessa bók og bera saman stöðu sveitarfélagana og alls kyns lykiltalna sem þar eru. Og þessar tölur geta gefið ágætis innsýn inn í það sem við ættum jafnvel að vera að skoða. Ég sé til dæmis þar í árbókinni, heitir þetta ekki árbók, jú ég held það, 2016, þar sem að reyndar eru tölur frá 2015, þannig að við býðum auðvitað ennþá eftir nýjum tölum, en enga síður, þá er þetta held ég eitthvað sem er alveg verulega gott að skoða. Þá sér maður að til dæmis gjöld á íbúa vegna félagsþjónustunnar eru 60% hærri í Reykjavík en í nágrannasveitarfélögum Reykjavíkur. Og mér finnast þetta gríðarlega merkilegar tölur. Mér finnast líka merkilegar tölur að 6% minna sé eitt per íbúa í fræðslu og uppeldismál í Reykjavík heldur en á sveitarfélögunum við hliðina á okkur. Og líka það að í menningarmálin fari meira en 70% meira. Mér finnst þetta gríðarlega mikilvægt og áhugavert og til að við eigum að nota þetta sem einhverja mælistiku til þess að finna út hvort við erum á réttri leið eða ekki. Er verið að offjárfesta einhvers staðar eða ættum við að vera að bæta í einhvers staðar? Það er líka áhugavert að bera þetta saman þegar maður sér að það fyrir 60% hærra gjald á íbúa í félagsþjónustunni í Reykjavík heldur en á sveitarfélögunum í höfuðborgarsvæðinu sem eru einmitt meðal þessara 19 sem eru í þjónustukönnuninni. Þá spyrir maður sig, er Reykjavíkurborg að reka dýra þjónustu og af hverju eru þá viðhorfin gagnvart henni ekki betri? Af hverju er ekki ánægja með hana betri? Og við þessu getur maður ímyndað sér að séu mörg svör. Til dæmis að það sé skortur á því að fólk hafi persónulega nálgun í þjónustu. Það vantar val þjónustuaðila. Þetta er stefna sem við sjálfstæðismenn höfum verið duglegir að leggja fram og tillögur í velferðarráði til dæmis. Við höfum bent á að þjónustuþegum muni fjölga og þeim fjölgar sérstaklega á biðlistum eins og staðan er í dag, enda stefnan kannski svolítið þannig að vera ekkert að vinna með framtíðarmálefnin eða framtíðar þjónustuþörfina
og þjónusta er ekki næg. Það eru blikur á lofti sem að verður að fara að hlusta á og það er skortur á umönnunaraðilum í velferðinni og þetta er gríðarlega mikilvægur málaflokkur sem að fólk er ekki að sinna hér eins og það ætti að vera. Það er ekki vilji til að opna þjónustuna, þó verði ég að segja að svona síðustu fundir í velferðarráðinu hafa nú svona vakið mig von í brjósti að við séum að fara að geta rætt eitthvað saman, komist eitthvað nær því sem ég tel að sé lausn á málum og ég fagna því mjög að svo sé, en hins vegar er samtalið ekki búið og við höfum eftir að sjá hvað kemur út úr því. Nýsköpunarmálunum er engan veginn nógu vel sinnt. Það sýndi svar við því hversu miklu fjármagn hefur verið varið til nýsköpunarmála í velferðarþjónustu nú ég held að það hafi verið í síðustu fjárhagsáætlun. Það var bara nálægt því ekki að vera neitt og algjörlega til skammar. Þá hefur ekki verið horft á hagræðinguna, það þarf að horfa inn í hagræðingunni, þarf að rúma svigrúm til nýsköpunar. Það sem gerist nú í Reykjavíkurborg er að það þarf að aukast við stöðugildin. Við erum að sjá gríðarlega aukningu á stöðugildum þetta var nú hér upp á Glæru áðan, einhvers staðar var ég nú með þetta líka, en ég held að ég finn þetta eftir, en það eru, ég finn þetta eftir. En það sem er í gangi hér virðist vera að mínu mati algjört vanmat á gríðarlega alvarlegri stöðu í velferðarmálum og biðlistarnir segja okkur það bara. Öll vitum við hvernig spár fjölgun aldraðra líta út og almenningur virðist farin að gera sér grein fyrir því hversu aðkallandi einhver eðlileg viðbrögð við þessari þróun eru. Þetta þarf Reykjavíkurborg að fara að sýna. Þörfin fyrir þjónustu vex gríðarlega hratt. Ef að við ætlum að beita eða halda áfram þeirri stefnumörkun sem hér hefur verið við lýði síðustu ár, sem þýðir að nánast engar breytingar hafa orðið á þjónustu við fatlaða og aldraðra, þá mun þörfin auka svo hratt að við ráðum ekki neitt við neitt. Þannig að það verður að fara að beita öðrum aðferðum, skoða þetta, velta við hverjum steini, nota nýsköpunarmódelið, nota nýsköpunargleraugun til að ná sem mestum árangri og þetta því miður er engin vísir að. Staðan er sú að 40% fatlaðra telja að þeir hafi ekki næga þjónustu. Ég veit ekki hvort að þið heyrið þetta. 40%. Það er ekkert smá mikið. Biðlistarnir auðvitað endurspegla ákveðna hluti, en annað er líka það að fólk bara í raun og veru telur ekki að borgin geti leyst úr sínum málum. Það eiginlega veit að það að leggja að fara þangað og biðja lausn mun ekki skila. Því að borgin er komið með svona stofnana andrúmsloft. Fólk telur ekki að fái sveigjanlega þjónustu, það telur ekki að það er erindi þangað til þess að fá úr málum sínu leyst. Og það er mjög alvarlegt og ég held að til dæmis viðhorfsmælingar eins og við vorum með hér og eigum að vera með þá séu að segja okkur eitthvað í þessa átt. Þannig að það er hreint og klárt algjör skandall að meirihlutinn hafi hætt að vera með í þessum mælingum. Ég er náttúrulega ekki hálfnu með það sem ég langaði að segja, þannig að ég bara, má ég taka aftur til máls? Já. Já, ég má ég taka strax aftur til máls. Nei, það eru fleiri á eftir þér á mælendaskrá. Þá ger ég hlé á ræðu minni hér og klára hana á eftir þegar leyfi hefur fengist að komast á mælendaskrá. Það er fullt leyfi til þess, ég skal setja á mælendaskrá. Já, þegar næsti hefur lokið sínu máli.
Þá tekur næstu til máls Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi. Forseti og borgarstjórn, ég var búinn að lofa að ræða eins moltu og ég ætla ekki að svíkja það loforð. Þetta er mikilvægt mál. Ég var sem sé staddur þar að útlista að nú þegar ég ætla að biðjast afsökunar af því að ég mismælti mig. Ég ætla að tala ekki moltu heldur metangas. Staðan er sem sé þannig að það er framleitt metangas á sorphögum eða urðunarstað út í Álfsnesi með því að tappa af gasi. Þetta er ekki nýtt nema að 2/3 hluta eins og er. Þannig að 3/4 er einfaldlega sóað. En með þeirri gas- og jarðgerðarstöð sem hefur nú verið ákveðið að ráðast í byggingu á, þá mun framleiðslan aukast verulega og það er því áskorunarefni fyrir sveitarfélögin hér á svæðinu að hvernig er hægt að nýta það og þar held ég að þurfa að horfa til þessi rekstur sem að krefst sem sé farartækja sem að nota eldsneyti. Nú hafa þetta með sorphirðubílar hér í Reykjavík verið að keyra á metani. En við getum líka hort til strætisvagna og slökkviliðsbíla. Eins og borgarfulltrúin Heiða Björk Hilmisdóttir kom inn á, þá er þetta áskorunarefni hjá Strætó, hvernig er brugðist við orkuskiptunum. Og þarna eru ýmsir kostir í boði, það eru rafmagnsvagnar líka sem eru farnir að vera nokkuð góðir. Og hér á höfuðborgarsvæðinu verður bráðlega ráðist í frekar umfangsmiklar fjárfestingar á innviðum sem að styðja við rafbíla og við sjáum það nú þegar víða borgina, það hefur verið bætt við hleðslustöðum en sama gildir metani. Þetta þarf svolítið að tala saman og það sé hægt að nýta þarna tækifærin sem eru í því að hafa þetta allt svolítið sjálfbært. Það sé hægt að nýta framleiðslu og verðmætasköpun á einum stað á öðrum. Og allt er þetta svolítið langi á þeirra áskorunum sem ég held að við hér á höfuðborgarsvæðinu stundum svolítið frammi fyrir í úrgangsmálum. Bæði hvert og eitt sveitarfélag og síðan Sorpa sem við erum að reka. Samkvæmt minni reynslu af því hvernig þetta hefur gengið fyrir sig þá stöndum við á ákveðnum krossgötum bæði með tilkomu gas- og jarðgerðarstöðar sem er þessi allsherjar lausn gagnvart heimilissorpinu og svona almennri kröfu flokkun og ákveðinni mjög skýrri vitund af aukningu meðal almennings. Það þarf að finna flöt á stefnumótun í þessum málaflokki til framtíðar. Best væri að reyna að samræma þetta sem allra mest, að það sé hægt að koma sér saman hvaða kosti á að bjóða upp á í hvaða röð og hagkvæmt að reyna að hafa þetta eins samræmt á milli sveitarfélaga og hægt er til þess að það sé auðveldara að kynna þetta og auðveldara fyrir fólk sem flytur á milli að það þurfi ekki að vera að setja sig inn í eitthvað allt annað fyrirkomulag eftir því hvaða sveitarfélagi þetta er. Og nú er ýmis vinna í þess að veru í gangi. Það er störfum á vegum sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu starfshópur sem er að skoða rekstrarfyrirkomulag endurvinnslustöðvanna. Þær eru reknar af Sorpu eins og er og þarna finnur fólk fyrir að við sem erum að reka sveitarfélögin fyrir miklum kostnaðarauka vegna magnaukningar og svo eru kannski skiptar skoðanir hagkvæmni núverandi fyrirkomulags þar sem eru misstórar stöðvar sem eru mishagkvæmar
Og þetta kannski spurningum svolítið heildstæða stefnumótin til framtíðar, hvað eiga að vera margar endurvinnslustöðvar hér á svæðinu og hvernig á að hafa þeim og hvernig það talar saman við grenndagáma og hirðu við heimili. Þannig að þetta eitt sem að er flaggað í skýrslu fjármálaskrifstofunnar sem ákveðin áhættuþáttur í rekstri Sorpu. Það þessi sýn sem að getur verið misjöfn á hlutverk Sorpu sem að þarf svolítið að þróast í takt við kröfur og takt við sýn eigendana sem eru þessi sveitarfélög á hlutverk félagsins til framtíðar. Þetta sést svolítið líka í held ég því að almenningur áttar sig lítt á því sem að er náttúrulega eðlilegt að hvert er hlutverk Sorpu og hvert er hlutverk sveitarfélagina. Það eru margir sem að rugla því saman að Sorpa sér bara að taka við en sveitarfélögin sjá hirðuna, en auðvitað er þetta í hugum fólks svona samfelld þjónustukeðja. Þannig að þetta enn og aftur á þessu ári hér sem að nokkuð komið inn í stærsta áskorunarefnið hjá okkur. En ég ætlaði ekki að lengja þetta frekar. Ég held ég hafi sagt það sem segja að þarf í bili Sorpu. Takk fyrir. Það var Halldór Auðar Svansson lokið máli sínu og næst tekur til máls Áslaug María Friðriksdóttir, borgarfulltrúi. Og hefst þá framhaldið. Það sem ég langaði að fara yfir líka er stöðugilda þróunin. Því að þetta er auðvitað rosalegt. Að frá 2010 hafi stöðugildum fjölgað 239. Og þá erum við ekki að tala stöðugildi vegna málefna fatlaðra og ekki vegna atvinnumála stuðningsvinnunar. Og þegar við horfum bara á þetta, þá er þetta kostnaður sem hlýtur að fara yfir 1 milljarð á ári. Þegar maður aftur með þessar tölur í huga skoðar svo árbók sveitarfélaga og samanburð milli sveitarfélaga, þá rekur maður aftur upp stóru augu, því að þar er að sjá í lykiltölum að launakostnaður, þar sem launatengt gjöld og breytingar vegna lífeyrissjóðsskuldbindinga eru taldar upp, þar er að sjá að kostnaður á hvern íbúa í Reykjavík sé miklu hærri en í nágrannasveitarfélögum. Og þetta munar svo miklu að maður verður hissa. Í Reykjavík er þessi tala svo að vera rúmlega 520.000 á hvern íbúa, á meðan næsta sveitarfélag fyrir neðan er 464.000 og svo önnur mun lægri. Fyrir landið allt er þetta 470.000 að meðaltali. Þannig að maður hlýtur að spyrja sig, hvert er þetta stefna? Við þurfum að vita skýringuna á þessu. Ekki bæði af hverju fjölgar hér stöðugildum svo mikið og í hvað er það? Við verðum að skilja í hvað. Þetta þarf að fylgja stefnumörkun. Og eins af hverju er launakostnaður svona miklu hærri á íbúa í Reykjavík en í öðru sveitarfélögum í kringum okkur sem búa væntanlega við svipuð rekstrarskilyrði. Þetta átti reyndar við A-hlutan bara, þessar tölur sem ég var að telja upp. En þegar maður skoðar svo bæði A og B hluta, lykiltölurnar, þá verður þetta ennþá verra. Þá er Reykjavíkurborg komið kostnað sem að nemur 608.000 króna á íbúa, á meðan næsta sveitarfélag fyrir neðan er með 471.000.
Þetta bara of mikill munur. Og á hverju byggir það? Það held ég að við verðum að fara að svara okkur sjálfum. Því að sko, ég veit ekki hvort að launakostnaður bara svona hærri, að ykkur leyti gætu lífeyrisbreyturnar skýrt þetta, en hérna eitthvað sem að verulega þarf að skoða. Svo langar mig nú bara að hafa það mín loka orð hér, að taka það ekki trúanlegt hjá þeim borgarfulltrúum sem tala að milljarða halla hafi verið snúið í mikinn afgang fyrir tilstuðlan, sína eigin tilstuðlan jafnvel. Ég bara bið fólk að taka það ekki alvarlega, því að það eru ytri aðstæður sem skila meiri tekjum og batnandi hag til Reykjavíkurborgar. Útsvarið í botni, fasteignagjöld hækka, þrátt fyrir að skattbyrðin hækki ekki, þá hækkar matið vegna stefnu meirihlutans, meðal annars lóðaskortsstefnu meirihlutans. Hún hefur þar áhrif, ég ætla ekki að segja að hún ein hafi áhrif, en hún hefur þar áhrif og úr þeim áhrifum hefur meirihlutin ekkert gert til að beita sér fyrir að draga úr, heldur þvert á móti stuðlað að. Svo verði ég að nefna það að svo sýnir það bara hvernig stefna meirihlutans gagnvart íbúum og álögur á íbúa að samþykkja til sín, að fá samþykkt til sín arðgreiðslur úr Orkuveitu Reykjavíkur án þess að vilja ræða það eða skoða það hvort að heimilin í Reykjavík og á svæði Orkuveitunar hljóta ekki líka að eiga eitthvað tilkall til þess að borga minna í betri tíð, sem tóku á sig gríðarlegar hækkanir í mestu ótíðinni. Ég bið fólk að muna það og trúa ekki þeim sem tala með öðrum hætti að hér hafi málunum verið snúið í milljarða afgang með tilstuðlan þeirra sem í meirihlutunum sitja. Það Áslaug María Friðriksdóttir lokið máli sínu og næstur tekur til máls borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil þakka fyrir ágætar umræður ársreikning í þessari síðar umræðu sem við erum nú að staðfesta, og hér hafa komið fram ýmsar ágætar vangaveltur, ábendingar og hugleiðingar og ýmsum tölum slegið fram. Ég get ekki staðfestar allar, en þetta hluti af svona stærri og lengri umræðu. Rétt aðeins vegna þess að hér var því haldið fram að það væru mikið hærri laun og launatengt gjöld hjá A-hluta borgarinnar heldur en í nágrannasveitarfélögum, að þá hlýtur það að vera mjög mismunandi við hvað er miðað. Við höfum til dæmis tekið saman laun sem hlutfall af tekjum, rekstrartekjum A-hlutans fyrir síðasta ár, og þá eru þau 51,3% hjá borginni, sem þó nokkuð. Þau eru þó hærri á Kópavogi 53%, en þá hærri á Hafnarfirði 58,4%, en síðan lægri í Garðabæ og Mosfellsbæ kringum 46%. Það eins vegar ágætt ef að við gætum komið okkur saman svona samræmda mælikvarða, hvernig var rétt að tala þetta, því að það ekki endilega umræðinu svona í hag þegar verið að slá ýmsu fram eða slá því aftur eða velta upp jafnvel eldgömlum tölum vegna þess að nýjustu tölurnar ekki nógu áhugaverðar, og velja einhver ár í einhverju þróun. Verst þykir mér þó þetta bull skattpinningu í fasteignasköttum í Reykjavík.
vegna þess að Reykjavík er með langlægstu fasteignaskattana. Við lækkuðum þá, og ég segi við af því að það var síðasti meiri hluti, lækkuðum þá í 0,2% á íbúðarhúsnæði. 0,2%. Lægri en nokkurt annað sveitarfélag. Seltjarnarnes elt okkur, þó ekki fyrir en 3-4 ára seinna og er núna með sömu prósentu. Sjálfstæðismenn í öllum öðrum sveitarfélögum eru með miklu hærri prósentu. Miklu hærri prósentu og þetta tal það að stefna meirihlutans hafi hækkað fasteignaverð. Hér eða í öllum sveitarfélögum eða er það stefna meirihlutans í Reykjavík sem hækkað fasteignaverð í öllum sveitarfélögum á landinu? Erlendis líka kannski? Hvað ná fasteignaverðs áhrif meirihlutans í Reykjavík langt að ykkar mati? Vegna þess að sama þróun alls staðar á þessu landi og reyndar hraðar eftir því sem lengra nær núna. Var það þá stefnu þáverandi meirihluta að þakka að fasteignaverð fjalli helming eftir hrun? Það er raunverið. Fasteignaverð núna komið aftur þar sem það var 2007. Þannig að það hækka gríðarlega mikið og er komið aftur á þann stað. Ætli að sé ekki hlutir eins og aðgangur á lánsfé, kaupmáttur og þær skýringar sem greiningaraðilar hafa verið að nefna. Og það er svolítið sérkennilegt að þetta eru mjög mikilvæg mál. Þetta eru stór mál. Og það er algjör óþarfið, þau eru nógu flókin fyrir þó við búum ekki til einhvern svona gerviheim og einhverja gerviumræðu og einhverja nýjar orsakaskýringar hér í sal borgarstjórnar sem eru bara notaðar til heimabrúks. Fasteignamarkaðurinn hefur sem betur fyrir tekið við sér en hækkanirnar sem hafa verið í raun frá 2010 og 2011 smá saman og töluvert mikið núna í fyrra eftir kaupmáttarsprengjuna virðast hafa verið nokkuð óháðar því að í öllum sveitarfélögunum í kringum okkur og hér líka hafi verið lóðir í sömu tilvikum sem voru tilbúnar strax eftir hrun með malbikuðum götum og ljósastörum og allt. Var það kannski þessum lóðum að kenna að fasteignaverðið féll eftir hrun? Það er mjög djörf kenning. Nei. Ég held að það gagnist engum að tala svona, en nú gleði í huga. Það Eurovision framundan, ársreikningi 2. umræðu lokið í borgarstjórn Reykjavíkur. Ég þakka fyrir ágæta umræðu. Við munum að sjálfsögðu bara halda henni áfram þar sem hún fór í eitt og annað á þessu ári og í aðdraganda fjárhagsáætlunar, því það að ýmsu að hyggja í fjármálum borgarinnar og við þurfum að halda vök okkar, við þurfum að áfram að hafa aðhald og hafa augun á þeim þáttum sem að skila okkur þessum árangri núna. Ég vil nota tækifærið og þakka starfsfólki, þakka stjórnendum, þakka fjármálaskrifstofun alveg sérstaklega og þeim sem hafa komið að þessu uppgjöri á ársreikningnum. Ég vil þakka stjórnum fyrirtækja, ég vil þakka forystu fyrirtækjana sem borgin á hlut í, vegna þess að það sem stendur upp úr í þessum ársreikningi góður árangur bæði A-hluta og samstæðunni. Það öll fyrirtæki að skila sér réttum með vinnulið og allir málaflokkar að skila sér innan fjárheimilda. Það kjarni málsins. Borgarstjóri lokið ræðu sinni og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör og það Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, mér langar að taka undir það með borgarstjóra að við eigum að reyna að búa til einhverja grind ef ég sletti, sem að við getum bara verið sammála að séu bara staðreyndir og við getum unnið með. Og þar séu þannig að þar segja okkur eitthvað í samanburði við aðra.
Það gerir auðvitað þessi árbók sem ég var að nýta mér hér áðan. Og ég veit ekki, nú auðvitað kemur borgarstjóri fram með laun sem hlutfall af tekjum sem önnur stærð. Það bara önnur stærð. Þetta kostnaður á íbúa sem ég var að lesa upp, sem þarna tekin upp af held ég hlutlausum aðilum og sýnir að við erum að borga miklu meira heldur en aðrir á okkar nágranna sveitarfélög og miklu hærra en meðaltalið á landinu, og ég held að þetta sé vísir að einhverju staðreyndar svona skjali sem að við getum búið til, en já, það nauðsynlegt að gera það. Hins vegar verði ég að taka fram, það þýðir ekkert að standa hérna og segja bull. Ég var ekkert að tala um það að fasteignaskattar hefðu hækkað. Ég að tala um að fasteignamatið hækkar, sem þýðir að í krónutalan sem hvert heimili borgar miklu hærri, óháð því hvert hlutfall skattana Það veit auðvitað borgarstjóri og að snúa út úr. Takk. Það Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og andsvari svara borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil bara þakka fyrir þetta ansvar og ég held að við getum alveg náð saman einhver talnagrunn svona til viðmiðunar, þar sem við horfum mest á. En ég ekki að snúa út úr því ég að tala um þessa skattaumræðu. Það bara hvimleitt að þegar að fólk leggur í vana sinn og koma að tala hér um vinstri meiri hlutans og skattpinninguna, þegar raunin sú að þessi vinstri meiri hluti, hann lækkaði skatthlutfallið niður í tölu sem hann hefur aldrei verið áður. En það vissulega rétt að það skilar sér fleiri krónur vegna þess að húsnæði hækkar í verði þar sem það hækkar í verði. Og það alltaf hægt að tala um það að það sé þá einhver skattpinningastefna, jafnvel þó að það sé verið að lækka tekjuskatta einhvers staðar ef það skilar sér fleiri krónur í kassan. En þetta bara ekki mjög upplýsandi umræða. Þetta bara eitthvað svona tal. Og við verðum bara að hafa upp umræðuna sanngjarna og heiðarlega, og síðan getum við tekist á pólitískt hvernig að hafa skatthlutföllin og svona, en þá getum við ekki talað þannig að þeir sem að hlýða á gætu haldið að þessi hlutföll væru mikið hærri hér en annars staðar. Það væri miklu eðlilegra að spyrja, hér vinstri meirihluti, hvernig stendur á því að hann með lægri skatta á íbúðarhúsnæði heldur en hægri mennirnir allt í kringum okkur? Hvernig stendur eiginlega á því? Það borgarstjóri lokið við að svara andsvari og Áslaug María Friðriksdóttir ætlar að koma upp í andsvari öðru sinni. Borgarfulltrúi. Einmitt. Ég nefnilega, ég svona sammála svona inntakinu af vissu leyti hjá borgarstjóra. Mér finnst bara svo hlægilegt að hann að skamma mig fyrir eitthvað og vantarlega fleiri sem hann svo að viðhafa sjálfur. Þannig að það bara alveg rétt og við erum sammála um það. Við skulum fara vel með tölurnar og við skulum finna út hvað eru staðreyndir og hvað ekki. Hins vegar að halda ræður hvort yfir öðru að eitthvað standist og standist ekki, þá hann alveg jafn sekur og ég í því efni. Hann að snúa út úr alveg þá eins og ef ég að snúa út úr. Þannig það bara. Og hér ég að tala um ákveðna tölur, hann aðrar, segir þær vera bull. Ég ekkert að segja að hans tölur séu bull, hann bara með aðrar tölur. Hann gengur hins vegar mikið lengra í því að einhvern veginn úthúða okkar málflutningi sem mér finnst bara leiðilegt. Og heldur hér einhverja ræðu eins og hann sé yfir það hafinn að heyra hvað við höfum til máls að leggja. Þá hefur Áslaug María Friðriksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Ég ætla að minna borgarfulltrúa á að kalla borgarfulltrúa
eða þegar vísað er í umræður í borgarfulltrúa að nefna þá með fullu nafni og titli og ávarpa forseta og borgarstjórn í upphafi ræðu. Ætlar að svara andsvari? Nei, andsvörum telst lokið og síðastur á mælendaskrá er Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Ég kom ekki upp í andsvörum hérna strax þegar að borgarstjóri fór í andsvar við ræðu mína hér í upphafi fundarins vegna þess að ég hafði farið hér með nokkra tölur, meðal annars sagði ég að Reykjavíkurborg væri með undanþágu vegna orkuveitunar. Undanþágu. Og það er þannig að það er í reglugerð, í 12. grein reglugerðar, er ákvæði um orkufyrirtæki sem að nánast ábara við Reykjavík. Og það þýðir það að skuldareglan á ekki við orkuveituna. Þetta er allt saman alveg rétt. Borgarstjóri kom svo hér upp og sagði að jafnvel þó að orkuveitan væri inn í tölunum, þá væri skuldirna bara 112% en ekki 150% sem er hámarkið samkvæmt sveitarstjórnarlögunum. Mínir útreikningar segja 186,7% sem er yfir 150%. Og það byggir nú bara einfaldlega á því að heildartekjur A og B-hluta eru 155,5 milljarður og heildarskuldir A og B-hluta eru 290 milljarðar. Og það getur hver sem er reiknað þetta. Svo er þetta að toga þetta og teygja og segja þetta á ekki við vegna þess að orkuveitan er undanþegin. Já, en það er líka það sem ég sagði. Þannig að þetta eru nú tölurnar og það er mjög auðvelt að reikna þetta bara upp úr ársreikningnum þannig að það sé algjörlega á hreinu. Og það er auðvitað þannig að auðvitað eru skuldir Reykjavíkurborgar mjög miklar. 290 milljarðar er auðvitað mjög mikið. Heildarskuldir sjávarútvegsins á Íslandi í loka ársins 2014, ég hef ekki nýrri tölur, voru 390 milljarðar. Þannig að undirstöðu atvinnuvegur landsins, öll sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi, skuldir Reykjavíkurborgar í heild eru 100 milljörðum lægri heldur en skuldir allra sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi. Þetta eru auðvitað mjög mikla skuldir. En vissulega, eins og ég margítrekaði við fyrri umræðu, þá hefur gengið vel að reka B-hlutann, síður meðalhlutann og við höfum sem betur fyrir verið að sjá skuldir lækka á B-hlutanum. Þessi umræða hér sem að borgarfulltrúi Áslaug María Friðriksdóttir tók og borgarstjóri tók þátt í líka og í rauninni fór bæði fram úr okkur og til hliða við okkur í þeirri umræðu að ég verð bara að fá að taka undir með borgarfulltrúi Áslaugu Maríu þetta að auðvitað hefur stefna meirihlutans áhrif á fasteignaverð. Reykjavík hefur mest áhrif. Sáuð þið tölurnar daginn, ágætu borgarfulltrúar, nýliðunina, það hvernig hlutföllin hafa breyst, hvernig önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa verið með miklu meira lóðaframboð. Þetta er bara ósköp einfaldlega framboð og eftirspurn. Þannig að vissulega hefur lóðaskort stefna þau áhrif þegar það vantar 5.000 íbúðir í Reykjavík. Auðvitað hefur hún þau áhrif að fasteignaverð tekur mið af því. Og þetta er óvenjulega mikil hækkun. Það er mesta hækkun á fasteignaverði í Evrópu frá 2010 hér á höfuðborgarsvæðinu. Og hvaða sveitarfélag hefur mest vægi á höfuðborgarsvæðinu? Það eru auðvitað borgin. Þannig að já, það má eiginlega svara spurningu borgarstjóra þannig að lóðaskortstefna meirihlutans hefur áhrif í útlöndum líka. Óbeint. Því að samanburðurinn sýnir okkur það. Það er gott að fasteignaverð hækki með eðlilegum hætti þannig að fjármunir fólk sem er bundið í fasteignum séu tryggðir. En það er ekki gott að gerist í þessum þvílíku stökkum sem hefur verið að gerast hérna på síðkasti. Og þar er að lóðaskort stefna þeirra 4 flokka sem eru meirihluti Reykjavík
sem hefur gríðarlega áhrif þar. Það er bara staðreynd. Og með því að hér vitnaði borgarstjóri í fagaðila, greiningaraðila, þetta kemur fram hjá þeim. Þeir nefna ýmislegt, en þeir nefna þetta sem mjög mikilvægan faktor í þessu öllu saman. Ágætu borgarfulltrúar, þið verður bara við að kenna það. Þannig er það. Það er Halldór Halldórsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og borgarstjóri hefur óskað eftir því að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans. Forseti ágæta borgarstjórn, fyrst vil ég leiðrétta hér misskilning. Það er misskilningur þegar því er haldið fram að Reykjavíkurborg sé einhverju undanþágu varðandi orkuveituna, varðandi skuldahlutfall. Þetta er einfaldlega mjög skýrt í reglugerðinni þetta, með leyfi forseta, ef heildarútgjöld allra veitu og orkufyrirtækja verði sem færðir í B-hluta eru umfram 15% af heildarútgjöldum A og B-hluta í reikningsskilum sveitarfélags eða ef heildarskuldir og skuldbindningar eru umfram 30% af heildarskuldum og skuldbindningum skal undanskilja reikningsskil viðkomandi veitu og eða orkufyrirtækja frá útreikningum og viðmiðum samkvæmt 13. og 14. grein reglugerðar þessarar. Þannig að það er engin undanþága, þetta er alveg skýrt hvernig þetta á að vera í reglugerðinni. Hins vegar er það alveg rétt hjá borgarfulltrúanum að það var mishermi hjá mér að ef við myndum reikna heildarskuldir orkuveitunar að þá er hlutfallið miðað við tekjur 187% en hins vegar 112% í fyrra og 107% núna án orkuveitunar. Varðandi áhrif lóðaframboðs í Reykjavík á útlönd að þá held ég að við verðum bara alveg að hafa sér umræðu það. Hér var ráðuneytisstjóri húsnæðismálaráðuneytis Svíþjóðar daginn. Þar vantar 750.000 íbúðir. Það er þrefalt meiri skortur heldur en er hér miðað við höfðatölu á Íslandi. Það er býsna svipað svipuð staða í hraðvaxtaborgum mjög víða, ekki síst á Norðurlöndum og ef að borgarfulltrúinn var að reyna að sækja rök til útlandi til þess að rökstyðja mál sitt þá má eiginlega frekar segja hann hafi svarað sjálfum sér og kippt þannig fótunum undan eigin málflutningi. En það er nú bara skemmtilegt og það verður ekki síður skemmtilegt að ræða þetta á næstu fundum áhrif lóðaframboðs í Reykjavík á fasteignaverð í heiminum. Það er borgarstjóri lokið við að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans og andsvari svarar. Borgarfulltrúi Halldór Halldórsson, hann fellur frá því. Andsvarinu telst lokið og einnig umræðu. Ég ætla að minna borgarfulltrúa á að hér liggur frammi endurskoðunarskýrsla við ársreikninginn 2016. Þetta er lagt fram, liggur þarna, gjöru svo vel, fáið ykkur eigin eintak af þessu. Við förum í lið 2 á... Já, við þurfum að samþykkja auðvitað ársreikninginn. Þeir borgarfulltrúar sem að samþykkja hann, gefur merki. Hann telst samþykktur samhljóða. Þetta er frábær. Þá göngum við til liðar 2 á dagskrá og fundargerð forsætisnefndar frá 5. maí og fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. maí eru lagðar fram. Enginn hefur hvatt sér hljóðs undir þessum lið, telst umræðum þá lokið sem ekki hafa þó hafist. Þá eigum við eftir að lesa upp bókanir og Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, les upp bókun Góða vinstri meirihlutans. Það er Eurovision-stemming sem lækkar álögur á fólk í borginni. Forseti og borgarstjórn. Þetta er einhvern tíma opnast hjá mér en það er kannski rétt að taka þá fram á meðan ég býða. Þetta er samhljóða bókun meiri hlutans við fyrri umræðu ársreikning sem sé svona. Hljóð í salnum. Ársreikningur Reykjavíkur borgar fyrir árið 2016 sýnir sterkan rekstur borgarsjóðs og B-hluta fyrirtækja borgarinnar.
Lægri rekstrarkostnaður hjá borginni þar sem grunnþjónustunni hlíft umfram þann samdrátt í útgjöldum sem áætlun gerði ráð fyrir stærsti einstaki þátturinn í þessari góðu útkomu, þó tekjuaukning hjálpi einnig til. Hreinar vaxtaberandi skuldir A-hluta sem og samstæðu lækka, hagræðingarmarkmið hafa náðst, öll hagsvið borgarinnar eru innan fjárheimilda og veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum 10,9% hjá A-hluta og 22% hjá samstæðu. Fjárhagsstaða borgarinnar því sterk, þó áframhaldandi aðhald sé þörf. Einnig fagnaðarefni að þetta í fyrsta sinn sem ársreikningur gefinn út á opnu sniði, ekki einungis hjá borginni heldur á landinu öllu. Stjórnendum og starfsfólki borgarinnar eru færðar þakkir fyrir það miklu vinnu við greiningar og aðhald sem hefur staðið yfir undanfarin ár og nú að bera ávöxt. Já, þá eru alla bókanir. Þið viljið óska að þið viljið vísa í fyrir bókun, já. Getur eitthvað komið og sagt það á teim? Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, ætlar að koma upp og vísa í bókun. En frú forseti, borgarstjóri og borgarfulltrúar, Framsókn og flugvallavinir vísa í bókun sem gerðu á síðasta fundi undir fyrri umræðu ársreikninga. Það er því fært inn í fundagerð og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í borgarstjórn ætlar að koma hérna upp. Þetta er bara eins og síðasta bréfið í Eurovision, við erum svo spennt. Nei. Ekki alltaf að gera þetta svona, þú ætlar bara að segja á teip. Já, forseti góða borgarfulltrúa, við gerum með sama hætti, við vorum með bókun við fyrri umræðu, við vísum til þeirra bókunar og óskum eftir að það verið skráð í fundargerð. Já, þá telst öllu lokið, umræðum og upplestri bókana. Við erum búin að skrifa undir ársreikningin, allir borgarfulltrúar. Hér er skipulagið í algleymingi. Þannig að ég slít fundi og eigið nú gott Eurovision kvöld.